Já, komið heil og komið sæl, kæru vinnir. Nú að hefjast annar þáttur í kosningasirpunni. Já. Kosningasirpu Chess After Dark. Gekk bara held ég nokkuð vel í síðasta þætti. Já, og ég alveg viss það að þessi verður engu síðri. Já, þeir eru svona aðeins byrja að hita upp fyrir þáttinu og svona, það var skemmtilegt sko. Voru aðeins að kýpast. já, komum betur en á það. En ég vil bara byrja því, þannig að gestirnir í kvöld fái að leika lausum hala og séu óáreittir. Já, við erum ekki að, eins og venjulega, þá erum við ekki að fara að skjóta samstagsalvi inn í miðan þátt. Nei, vinnur okkar sem er að gera okkur kleift að vera með þessa þætti, haldandi frjálsi og óháðri fjölmiðlun. Rétt. Sem er mikilvæg, svo ég bara nefni þá hér. Það eru Airbroker. Já. Og þetta eru nýju vinnur okkar. Já, þetta eru nýju vinnur okkar. Ég veit sko. Já. Hvað ertu að byrja? Já, margir búin að spyrja mig, Leifur, hvar get ég eiginlega leikt einkaþóttuna? Já, margir eiga. En sumir vilja bara leigja sko. Og ég hélt smá að vera að grínast þegar þeir komið málið okkur. Já, ég vissi ekki að þessi þjónusta verður til. En airbroker.is, þið getið lengt einkaþóttu þar. Það er bara nákvæmlega staðan. Og þeir gera það vel, en svo er það frumeri. Já. Og er ekki bara best að klára þetta? Er ekki bara best að fara í skoðuna frumeri? Jú, langbest. Bæði eru þið með besta kaffið, áræðanlegustu þjónustuna og vinarlegastar á mannin. Já, og bestu staðsendingarna líka. Jú. David John stöðlurnar, leinitrix í svefnherberginu. Svo ég minnist nú ekki á næringarefnin. Rétt. Að því að einhver segir þessi nammi, en þetta eru þetta bara holtnammi. Þetta eru döðlur sko. Þetta er gott stöf. Og svo er það MG og ég ætla nú ekki að vera í allt kvöld, en ég gæti það alveg. Já. MG4 Electric, gott ef hann er ekki á tilbúði ennþá. Ég er búin að vera aðgáðan og er hæstánaður. Hann er í toppmálum yfir veturinn líka. Og svo að lokum er það að bónus sem að berjast ötulega fyrir alla landsmenn. Já. Halda vellæginu. Það er einhverjir stjórnmálaflokkar sem er eitthvað að monta sig að lækka matarköruna. Þeir eru búin að gera allan þennan tíma. Allan þennan tíma. Svo ég nefni bara bónuspizzuna, 998 krónur stykki. Þetta er máltíð á undir 1000 kall. Já, takk. Og grip og greitt, mætti Mósó. Já. Herriði, það er komið að þætti kvöldsins. Gestir Chess After Dark eru Ásmundur Einar Daðason, mennta- og barnamálaráðherra, sem er í fyrsta sæti í Reykjavík Norður fyrir Framsóknarflokkinn, og Snorri Másson, sem er í fyrsta sæti fyrir miðflokkin í Reykjavík Suður. Strákar, verið hjartanlega velkomnir. Takk fyrir, gaman að komin. Já, við erum búin að bíða lengi eftir Snorra, ekki lengi eftir Ása. Nei. Við erum að reyna að fá Snorra ansi lengi. Já, það er hefur gengið upp á ofan. Já. Núna náttúrulega sæti maður lagi, já, núna nota ég ykkur. Núna er auðvelt að ná í ykkur stofnmálamennina. En ég óska ykkur nú bara til hamingju sem gamall svona rekstraraðili og einirki í fjölmiðlabransa. Þetta er myndarlegur stuðningsmannalisti hjá ykkur. Já, takk. Og sendi góða kveðju á þessu fyrirtæki, þá maður sér þingmaður, þá maður ekki að verðandi þingmaður. Komin í pólitík, þá maður ekki að vera hrósa einstaka fyrirtækjum, það er gaman að heyra af þessu. Já, klárt og við þökkum þau kjærlega fyrir. Mjög gaman að heyra einkaþóttudæminu. Já, hefur þið farið einkaþóttu? Hef ég farið einkaþóttu? Nei, ég hef ekki farið einkaþóttu. Hefur þú farið einkaþóttu? Nei, ég get ekki sagt það að vera svo frægur, sko. Nei. Kannski að við hendum í eina, það er þetta að taka rellu, sko. Þetta þarf ekki að vera eitthvað Airbus, sko. Nei, einmitt, en þú veist, þetta er þá millilandaflug, bara, maður getur hent sér bara. Það væri nú ekki gott sem fyrsta jobb hjá þér á þinginu. Nei, sannfæra skattgreiðendur þörfina á einkaþóttunni. Já. Klart. Ási, við byrjum bara því, hvernig liggur á þér? Hvernig er þetta búið að vera? Bara mjög vel, þetta er búið að vera skemmtilegt, þetta er auðvitað snart og þetta er alltaf skemmtilegt. Hitt er fullt af fólki og það er gaman að bara rökraða stjórnmál og líka gaman þegar kemur nýtt fólk eins og Snorri og fleiri. Það tala aðeins nær mæknum, sorry. Já, ok. Nei, þetta er bara búið mjög skemmtilegt og hitta fullt af fólki, sjá nýja framböðundur og þetta eru þetta bara svona, þú veist, þetta er lýðræði í hnotskurn og allir að tala þetta og podcastin lifna við alveg bara allstar verið að takast á pólitík, ferði heita á pottin, ferði á kaffistofuna. Þú veist, þetta er svolítið unik, sko. Við erum með ótrúlega öflugt lýðræði þegar verið að tala hvað lýðræði sé á afturhaldi og svona, sko, þá horfum við bara á umræðunar eins og þær eru á Íslandi og hvað margir hafa áhuga á þessu, ungt fólk og skuggakosningar í skólum og grunnskólum og framhaldsskólum og þú veist,
þetta bara frábært sko. Já, sko Þorgeir var hjá Stefán Einar án í spursmálum, þetta hennar 8. kosningabaráttu, veistu hvað þessi númer hjá þér? Ég þarf náttúrulega bara að telja saman sko. Já. Þetta sást konur ykkur 5-6. Já, og þetta verður ekki þreytt, ekki leðilegt, alltaf hefur gaman. Þetta miskaman, stundum ert í brekku og stundum ert í meðvindi og þú veist, en það bara með að hafa gaman að hitta fólk og gaman að vinna að hugðarefnum og gaman að því að skilur vinna baráttumálum að þá þú veist, og meðan að neistin til staðar til þess að gera það að þá það skemmtilegt, en leið og þetta fer að vera leiðilegt þá að fólk að fara að gera eitthvað annað sko. Já, klart. Snorri, þú ert nú að feta þín fyrstu skref sem pólitíkus og hefur farið með himilsköttum eins og orðalagið. Já, það fallið að orða. Já. Hvernig er tilfinningin? Er þetta mikil viðbrigði fyrir þig? Já, er þetta kannski eins og bjóst við? Nei. Þetta er mikil viðbrigði. Ég er náttúrulega alveg vanur í að taka þátt í opinberu umræðu sko, og fá á mig svona skvettur hér og þar út af svona einhverjum smáatriðum í málflutningi og öðru. En mér finnst svona þrýstingur sem myndast út frá í þessum aðstæðum mér finnst hann af annari sort en hitt. Það er að segja sko fólki er alvara með þessu sko. Þetta er ekki þú stimplar þig ekki út bara. Nei og sko eitt er að hafa kannski einhverja hópa í samfélaginu sem eru ósamálaðir og ég hef alveg lifað við það, en hitt er að hafa stærstu maskinur, stærstu stjórnmálaflokkar landsins sem náttúrulega hafa beina hagsmuni að því er gangi sem verst sko. Og þá finnum maður svona, þá myndast svona öðruvísi átak, en ég trúi því að maður vaxi bara í slíkum aðstæðum, þar eru svolítið hellaðar og maður er stundum bara guð minn góður sko. En enga á síður sko, ég held að þetta sé augnablikin þar sem að manneskjan vex sko, það er í mótvindi sko, en ég meina mega meðvindur líka því það er ógeðslega mikið fólki sem er ógeðslega ánægt að ég hafi gert þetta og ég fæ alveg bara miklu fleiri skilaboð en ég get svarað á hverjum einasta degi bara eitthvað svona sko, bara að fólk dýrki þetta og vilji kjósa Miðflokkinn og vilji fara að taka þátt í stjórnmálum jafnvel og blanda sér inn í þetta og mikið af ungu fólki að því mitt fólk hefur náttúrulega hlutað til verið ungt sko, líka bara út af þeim miðlum sem ég er á sko. Þannig að svo ert ekkert mjög gamall. Nei, svo er ég bara 27 ára og þannig að ég er með tengingu svona niður í þessa neðstu kjósendahópa. En nei, þannig að þetta er bara bæði frábærlega skemmtilegt en líka bara rosalega nýjar og krefjandi áskoranir sko. Kannski ein spurning sem finnst þér að þurfa að passa meira hvað þú segir núna heldur en sem fjölmiðlamaður? Já. Ég er núna inn í einhverju samhengi og ég er náttúrulega það verður að spyrja mann að taka afstöðu til mála út frá því hvernig við ætlum síðan að hegða okkur í þinginu. Ég get ekki bara sagt síðan í næstu viku ég skoða þetta eins betur og auðvitað getur maður endurskoðað sín mál en það er svona almennt miðað við að fólk svona haldi sig við það sem við erum að segja núna og af því að það er bara loforðið, það er tilboðið, það er samkomulagið við kjósendur sko. Og þú ert að gefa kostaður í 63 virðulegustu störf landsins sko. Þannig að þú ert orðin þó þú sést fyrirmynd sem fjölmiðlum þá er allt öðruvísi ef þú Já, og svo er það alltaf, maður þarf að vera þetta er svolítið, þú veist, ég meina þurfa þingmenn ekki að vera svolítið heilagir, einhverju leyti, þetta er svona svolítið heilagt. Þú ert bara í vinnu, við erum í vinnu verðum við kosnir, að þá erum við í vinnu hjá ykkur og öllum hinum tæplega 400.000 Íslendingunum sko. Já, algjörlega. Já, þannig að þetta er alveg glænýtt og þetta er allt öðruvísi sem ég bjóst við í raun og veru sko. Ég held að þetta væri svona kannski að einhverju leyti meira því sama, en þetta er annars eðlis, en ég þurfti að þessu halda, ég þurfti að taka skrifið sko. Já, og við erum bara mjög þakkláttir við með þess að tókum upp annan hlaðvarpsþátt með Jakobi Birgis og hendum hinum í ruslið að þið bauðst þið fram kunniði bestu þakki fyrir það byrjum aðeins á, við munum fara út vítt svið í kvöld, mér langar að byrja bara hérna á fréttum dagsins, svona bara aðeins það sem er að gerast í þjóðfélaginu, samfélaginu í dag. Sko, við verðum auðvitað að ræða það sem var bara fremst í öllum fréttatímum í dag, þessi niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur að afgreiðsla Alþingis á búvörulögunum hafi verið andstöð við stjórnarskrá og þannig í raun verið að brjóta lög. Sko, ef við byrjum á þér á sig, það er ekkit frábært að fá þetta högg fyrir Framsóknarflokkinn korter í kosningar eða hvað? Ég held nú að, sko, þetta er nú Héraðsdómur og mér hefur nú heyrst að það sé nú líklegt að honum verði áfrýjað og ef ég skildi það rétt þá er Alþingi heldur ekki aðili eða náði ekki að setja gögn inn í málinu eða hvernig sem það er en það er auðvitað þannig að Framsókn hefur bara verið öll stuðningsmaður öflugs landbúnaðar og landbúnaðarnir eru auðvitað bara í samkeppni við
Evrópu og heiminn og við viljum hafa öflugan landbúnaði kringum landið en við viljum líka halda kostnaði niðri og tryggja það á sem hagkvæmustu verði og þetta eitthvað sem bara hefur verið kallað eftir í mjög langan tíma þannig að ég held að þetta mál sigli nú svona sinn farveg bara og og komið svo niðurstaði það og svo kemur það þá í hlut nýs þings ef það þarf að taka á því sko. Finnst þér þetta ekkert óþægilegt eða óheppilegt? Jú, það auðvitað aldrei það hjálpar auðvitað aldrei í kosningabaráttu þegar eitthvað svona mál komið upp en Framsóknarflokkurinn er bara flokkur sem að er bara stoltur af því að standa með íslensku landbúnaði og íslensku sveitum og þar er bara samkeppnin við erlenda matvælaframleiðslu óbúslega rík og sterk og mikil og langmest þar, það er og menn hafa verið að leita leiða til þess að hvernig þú getur haldið öflugri byggð og öflugur landbúnaði og í kringum landið og þetta er eitt af því sem að þar hefur verið kallað eftir og Framsókn ásamt fleiri flokkum í þinginu hafa bakkað það upp og svo kemur þetta mál upp núna og það lítur kannski ekki beint að þessu heldur hvernig þetta varð til inn í þinginu en það gengur bara sinn veg og þarf bara að koma lending í það svo. Snorri, ertu búin að kynna þetta? Já, ég meina almennt eru við náttúrulega mjög ötulir sömuleiðis talsmenn þess að við búum til almennilega hagfellt rekstrarumhverfi fyrir bændur í landinu og til þess að halda áfram að þetta voru flokkarnir okkar sammála framleiða okkar veislumat elska okkar íslensku afurðir það er náttúrulega ekki heppilegt að ef menn get ekki staðið almennilega að þessu þá þarf náttúrulega að vinna þetta almennilega það er náttúrulega bagalegt en ef að Miðflokkurinn kaus með þessu? Já, ég meina við erum náttúrulega sama með okkur og við erum öflugri ef ekki stuðningsmenn landbúnaðarins en Framsókn, ef þú spyr mig þá eru við öflugastir þá getur þú ekki toppað Nei, og ég held að það sé tilfinning bænda að þar liggur straumurinn til okkar út frá því að þar þeir hafa verið með mjög trúverðugan málflutning inn í þinginu í sambandi við þetta og ég á sama hátt, ég held að það þurfi bara að leita leiða til þess að halda áfram að halda þessu öflugu og sterku og hressandi fyrir okkur öll sko. Já, við sáum nú viðtölu bæði við Breka sem þarna við neytanda við Páll Gunnar í Samkeppniseftirlitinu og svo Breki Karlsson það var nú ekki verið að spara stóru orðin þar þetta stormur í vansklæsi? Nei, ég held að það sem bara segja þetta að það þetta hefur verið, ég menna við höfum ákveðið kerfi í mjólkinni líka sem að Samkeppniseftirlitið hefur gagnrýnt í áratugi þannig að það ekkert nýtt á nálinn en það þetta þannig að við viljum hafa öflugan landbúnað í landinu sem að ég held að þjóðin vilji og mér hefur fundist hafa breyst bara mjög mikið á síðustu 10 árum svona 10-12 árum að stuðningur í þéttbýli við það að það sé byggð í kringum landið, öflugur landbúnað, mér finnst það hafa aukist á síðustu 10-12 árum. Hér áður fyrir var það þannig að það var eiginlega bara, það var vinsælt í 101 Reykjavík að ráðast á landbúnaðan út á landi sko. Já. En nú það bara einhvern veginn þannig fyrir 101 Reykjavík að það þar sem fólkið bara í költinu í lópapeysunum sko. Þú veist, og ekki lengur borga fólkið fyrir að flytja í bæinn sko. Nei, þetta hefur snúist við og þetta ein aðgerð þar sem hefur verið kallað eftir að hálfu bænda til þess að ná samleðar áhrifum og geta tryggt bæði betra verð til bænda en leið hagkvæmra verð til neytenda og við höfum bara stutt það sko. Ég held líka bara að við þurfum náttúrulega líka að horfa á þessa málflokka út frá einhverju sko fleiri þáttum en bara einum. Ég meina sko eitt stór þáttur auðvitað að sé einhvert samkeppnisumhverfi á Íslandi og það var að þeirra að fylgjast með því. Svo 100 aðrir þættir sem spila inn í það hvernig stjórnvöld nálgast þetta. Við erum með byggðaþróun í landinu til lengri tíma, við erum með sko efnahagslífið sem tengist þessu á margvíslegan hátt, þannig að sömuleiðis bara matvælaöryggi til lengri tíma, ég meina þó að eitthvað geti borgað sig í skemmri tíma, þá náttúrulega menn eru að skoða einhver ákveðna heildarmynd sem ég held að stjórnvöld sé ábyrg fyrir en ekki bara, þú veist, einhverja rörsýn út frá einhverju einu sjónarmiði, ég held að það sé aldrei það sem menn eru eiga að gera sko. Nei, klart.
Við erum nokkuð, það verður ekkert mikið gott útasefni í þessu, heyri ég á mitt okkar, við erum nokkuð sammála þarna. Tölum við eitthvað annað. Já, en ég meina... Það aðri þættir það sem verður svona meira krassandi, líður á kvöldið. En ég hugsa svo mikið með hlaðvörpin, sko, nú eru náttúrulega öll hlaðvörp búin að svona taka, mörg hlaðvörp búin að taka einmitt þessa sveigju inn í kosningaumræðina, sko, og sitt sýnist hverjum, en samt svona á endanum allir áhugasamir stjórnmál núna, skilur, en ég man sjálfur, þú veist, þegar voru forstakosningar og maður var með fjölmiðl, þá var maður svona ok, byrju, fer maður alla leið inn í þetta, maður ekkert náttúrulega hliðinni, en hlaðvarpin samt svona, þrátt fyrir það, þetta náttúrulega, ég held að þú fáir ekki fólk jafn mikið til að rífast og í þessum pallborðum, af því að það náttúrulega einhvern veginn uppstillingin öðruvísi og þú veist, það náttúrulega, að mörguleiti, sko, það sem ég hef líka fundur náttúrulega inn í þessari kosningabaráttu að, sko, fólk þetta ákveðin sviðsframkoma finnst mér líka þar að segja sko þegar fólk byrjar að vera með svona innblásnar ræður inn í þessu samhengi annarkvort þessum pallborðsumræðum öllum eða hvernig það sko því þá ertu líka gagnvart einhverjum áhorfendum og byrja fólk að hefða þessu öðruvísi það náttúrulega ekki fólki eðlislægt að rífast þegar situr saman og chillar inn í einhverju herbyggi sko þannig að það svona en þar færðu þau samt svona alveg nýja vídd í stjórnmálaumræðuna samt líka sko því að fólk þar getur aðeins bara lækka blóðþrýstingin, lækka hjartsláttinu og bara byrja að tala saman sko. og rökrætt sko. Já, farið á dýftina sko, þegar við vorum aðeins að tala við Siggu í gær og ég held að Sigga hafa nú bara sagt það sjálf og það sem að hlaðvörpin hafa gert að í fyrsta lagi þá held ég að bara gefið pólitíkinni meira svigrúm og við erum að fá held ég yngri markhóp sem er áhuga á kosningunum og líka þú veist eins og vorum að tala fyrir þáttu hvað ætlar að gera í heilbrigðismálum og fær 30 sekúndur sko, þetta hvað skilar engu sko, þannig að ég held að þetta sé framtíð árásagjarnt umhverfi í þessum pallborðum núna það sem eru 11 frambjóðendur og það er einhverja skammt af tíman, það er bara þú bara drefur andan áður og byrjar að tala því þú hefur bara 30 sekundur hverfandi líkur og þú fáir eitthvað að gagna út úr þessu sko, nema upprópanir og svona framíköll sko. Já, klart. Já, sko talandum sviðsframkomu að nú hefur klippa verið í dreifingu af ykkur einmitt félögunum á sviði. Það sem við náðum nú ekki að ræða alveg í bótt. Nei, ávarpa fílni í herberginu, var það sviðsframkoma, Snorri? Já, það var þá sviðsframkoma hjá okkur báðum. Já. Ég náttúrulega hvesti með aðeins og samt ekkert, ég var nú bara, ég held mér náttúrulega innan marka held ég vonandi, mér gramdist þetta svar Ásmundar við mínum athugasemdum, eins og ég hef lengi fjallað svona ákveðna þróun sem hefur orðið í barneignum Íslendinga, þar sem að við sjáum bara að sko, þetta grunnatriði í lífi fólks sem að fjölga sér sko, að það þessi þáttur bara á undanhaldi hjá fólki, það eru bara mjög flóknar og margvíslar aðstæður sem einhvern veginn hafa leitt okkur að því að fólk bæði ýmist velur eða finnur sig tilneytt til þess að vera bara ekki mikið í því að eignast börn. Þegar maður veit það eftir að hafa eignast börn, þá þetta bara þetta er bara það eina og alveg, þú veist, einmitt sama hvað maður að gera í stjórnmálum eða í ferlinu sínum eða eitthvað, þú veist, ég verð aldrei stoltar af neinu en bara börnunum, þó þessu bara einhver lúðar sko, það er bara, þú veist, það er bara eitthvað sérstætt við þetta, alveg svona yfirnáttúrulegt, þannig að sko þess vegna tekið það svo alvarlega ef að við höfum einhvern veginn skapað samfélagsástand og það eru allir þættirnir undir sem bara veldur því að fólk bara gerir þetta ekki sko, eða velur að gera þetta ekki, eins og stundum talað sko, þá það tekið eitthvað svona. En ekki ástæðan bara nokkuð einföld, ég var aðeins að ræða þetta við konuna mínu fyrir þátt, þegar nú erum við með 9 mánuð heima og þú veist, við erum að pæla, við að hendi annað eitthvað, þú veist, það bara, hún segir bara, hvernig eigum við að gera þetta, þú veist, hann að fara að komast á leikskóla kannski að vera 2 ára, þú veist, þá þarf ég að vera bara með marga milljónir á mánuði, þú veist, samfélagið bara þannig að það bara hægara sagt en gert að gera þetta. Já. Þá segja á sig, bara innflytjendur. Þá verð ég að fá bregðast við. Að því að sko, alveg rétt sem að Snorri segir með svona þessa bara þróun sem að verða. Hún ekkert bara að verða á Íslandi, hún að verða í bara allir í Evrópu og að ungt fólk kýs að eiga síður börn, eiga færri börn og eiga börnin seinna. Og ég held að það séu margvíslegar ástæður fyrir því. Alveg svo þú réttilega kemur inn á það sem að, og reyndar kom fram í einhverjum í fjölmiðlum í dag þegar var svona krifi okkar samtal sem var tekið á 10 sekúndum
Ég held að þetta snúist bara að hluta til breyttum lífsgildum, að hluta til snýr þetta því að konur jafnt sem kallar eru farnar að fara á vinnumarkaðinn í meira mæli og fá lönd hafa gert það í meira mæli en Ísland. En svo auðvitað snýr þetta líka að því hvernig utanumhaldið og hver fjárhagslegi stuðningurinn og það sem að mér hefur fundist merkilegast sko, að ef að við getum brugðist við eingöngum í fjárhagslegum hvötum sem að ég efast að sé raunin og fræðingur sem kom í fréttum í dag eiginlega tók undir það, þá þarf alveg óbúslega mikla fjárhagslega hvata og ég er mikil stuðningsmaður þess. Ég meina þegar ég var félagsmálaráðherra þá lengdum við fæðingarorlofið úr 9 mánuðum í 12 og hækkuðum þakið. Sú aðgerð tvöfaldaði umfang fæðingarorlofskerfisins árlega, fór úr eitthvað rúmum 10 milljörðum í rúma 20 miljardar. Þannig að það voru 10 miljardar árlega sem fór inn í það. Ef við ætlum svo að lengja fæðingarorlofið meira, fara í aukna hvata, fjárhagslega hvata fyrir fjölskyldur til þess að bregðast við, þá þurfum við að vera tilbúin til þess að koma óbúslega sterka innspýtingu á fjármagni inn í þessi kerfi. Og það þar sem að mér finnst skrítið að hlusta á, vegna þess að ég veit að flokkurinn sem að Snorri er í, hann er bara ekkert að tala fyrir risastórum fjárhagslegum innspýtingum inn í kerfinu okkar, hann er að tala fyrir skattalækkunum, hann er að tala hagræðingu í ríkisrekstri, skattalækkanir og létta byrðunum þannig, að ég held að það þurfi að fara inn í fæðingarorlofskerfið, það þarf að fyrir inn í leikskóla, þú veist það þarf óbúslega fjárhagsleg innspýtingu inn í stuðningu í barnafjölskyldur, ef að það þá yfir höfuð dugar til þess að snúa þessu við. Á sama tíma, og þá erum við komin að innskotinu mínu þarna og þetta er á sama tíma það þetta þannig að við þurfum auki fólk á Íslandi sko. Ef að við hefðum ekki fengið innflytjendur til Íslands á undanförnum árum, þá værum við færri á Íslandi heldur en við erum í dag. Lífsgæðin væru verri, við værum ekki með sama hagvöxt, þú veist vegna þess að við erum, samfélagið okkar er drifið áfram af fólki með erlendan tungumál og menningarbakgrunn sem hingað flott, alveg eins og af Íslendingum. Þannig að og öll Evrópa þarf á því að halda á næstu árum vegna lýðfræðilega þróunar þegar við verðum orðnir gamlir á því að halda að fá fleira fólk. Þannig að það verður ekki leyst nema annarkvort með gríðarlegri fjárhagslegri innspýtingu eða með innflytjendum og ég held að þurfa að gera bæði og ég hef ekki fundið stuðningin og þetta hefur mér fundist svolítið svona populísk umræða. Ég er nú ekki samanlega að þetta sé eitthvað populíst við þetta. Í fyrsta lagi náttúrulega eru sko fjárhagslegu hvatarnir af hálfu ríkisvaldsins tengstum fæðingarorlof og annað eins, þeir eru ekki nefnum bara hluti af myndinni. Það er náttúrulega líka lífskjör fólks í víðari skilningi sem skipta náttúrulega í raun og veru, ef eitthvað er meira máli að fólk geti náttúrulega haft góð laun og leyft sér að ég meina, eftir atvikum náttúrulega einhver dettur út af vinnumarkaði smá tíma og við konan mín vorum núna með lítið barn og þá duttum við bæði út af vinnumarkaði ákveðin tíma, fæðingarorlofið tók hluta því og annan hluta ekki. Það sem náttúrulega, bara ef maður talar út frá sínum persónulegu sjónarmiðum náttúrulega ískyggilegast þar náttúrulega bara lán sko sem mitt næsta ár detta vöxtum, eða föstum vöxtum og þá eru menn að horfa fram á skilur, þarna skell í heimilisbókhaldinum. En í sambandi við sko stóru myndina gagnvart stuðningi við foreldra frá hinu opinbera, þá ég sjálfur, ég mjög fylgjandi því að sko ríkinu beri skylda til þess að leggja áherslu á langtíma svona til lengri tíma einhverja fjárfestingu á þessu sviði. Núna eru ríkisfjármálin náttúrulega mjög flókin, það þarf að taka í hornina eins og laga til, en í heildarmyndinni þá finnst mér þetta eitt af þeim verkefnum sem við eigum að leggja áherslu á eftir að við erum búin að taka stjórna á óráðsínu sem í gangi. Þá þarf ríkið að fara í stefnumótun það, hvernig til lengri tíma viljum við hafa umgjörðina fyrir barnafólk sem náttúrulega, sko, eins og leikskólamálin. Hvað að gera í þessu? Við þurfum fleira starfsfólk sem vil vinna á leikskólum og þá getum við opnað fleiri leikskóla. Já, en ég meina getum við ekki frekar bara, getum við ekki bara lengt fæðingarorlofið? Var það ekki bara frábært fyrsta skrefið? Já, en það myndi kosta háar fjárhæðir. Já. Og ég er fylgjandi því, en mér finnst þeir sem að tala hið gagnstæða sem eru skattalækkanir og annað slíkt. Ég meina, lengingum 3 mánuði kostaði árlega 10 milljarða. Pluss að hækka reyndar þakki, sko, skilur þannig að það að lengi 18, það eru líklega einhverjir
10-15 miljardar á ári. Nei, og svo fæðingarorlof sko í sinni núverandi mynd þó það sé ekki lengt, þá það ekki einu sinni að ná sko að fullnægja alls konar hópum, eins og námsmönnum sem falla milli skips og bryggju eða fólk sem ég fekk senda fæðingarorlofsreikninga í dag frá fólki sem eignast barn með mjög stuttu millibili. Ég veit reynilega ekki hvernig ég og kona mín erum að fara lendi, svo við erum að eignast annað barn núna sem innan 2 ára, ég veit ekki hvernig útreikningur verður, bara Guð hjálpa okkur. Til hamingju með það. Já, takk fyrir það. Þannig að það verður einhvern veginn, en sko ég líka sammálaðir á sig í því að þetta miklu flóknara mál en svo að þetta snúist bara fjárhaginn. Þetta líka einhver djúpstæður, eins og ég sagði reyndar í sér pallborði einhvern mann, þetta sko djúpstæður hugmyndafræðilegur svona núningur sem bara í gangi á fólki. Við náttúrulega lifum í samfélagi þar sem hægt að gera ógeðslega mikið af skemmtilegum hlutum. Lífið býður upp á margt. Og það er svakalega krefjandi að vera lítið börn. Getur tekið á fólk og á sama tíma og það náttúrulega lífsfyllingi sjálf. Og í öllum vestrænum samfélögum held ég að við séum að tala fæðingartíðni sem á bara fallandi af fæti, hrynjandi, komið niður í þetta, 1,67, nema held ég í Ísrael og Georgíu. Þar eitthvað í kúl, ég held að ég fari með það rétt sko, mér minni það, en þar eitthvað í kúltútum, eitthvað í vatninu sem bara lætur fólk nálgast öðruvísi. Og svo veit ég líka vel, eins og margir hafa verið að setja ofan í við mig sko, að þetta snúist bara fjárhag sko. Ég veit vel að í sko fátækari samfélögum með fólk að eignast fleiri börn og þá náttúrulega eru börn í þessu gamla góða hlutverki að í raun og veru vera ákveðin öryggis fjárfesting fyrir fólk sko. Þetta bara, þú býr til einhvern hóp sem þá ábyrgur gagnvart þér ef þú ert ábyrgur gagnvart viðkomandi. Ég fór að hugsa bara, heyrðu, hvernig getum við gert börn að góðri fjárfestingu? Þurfum við að gefa fólki 1 milljón fyrir að eignast 1 barn, hún verður settur á reikning, ávaxtast og þú færð það þegar að barnið 18. Ég fór bara að hugsa, einhverja leiðir, skilur. Það getur samt ekki sniðut. Nei. Ég veit ekki, þetta eitthvað peningamaskína, sko. Það erfitt að gera þetta, þú ætla bara að fókusera að lækka skatta, sko. Þegar umræðan eiginlega bara þar svolítið, sko. Við erum ekki að tala um að hætta að vera með ríkisútgjöld hérna, sko. Við verðum alltaf með ríkiskassan, sko. Við erum að tala um að taka til í öllu heila klappinu til þess að ná stjórna þessu, til þess einmitt að við getum sinnt því sem skiptir máli eins og þessum málum. Til þess að við getum haldið uppi einmitt öflugum skólakerfum, löggæslu, heilbrigðiskerfi, það enginn að tala um að hætta þessu sko. Þannig að það ekki alveg rétt að sko, maður geti ekki tala á sama tíma fyrir sko, góðum áherslum hjá ríkisvaldinu ef maður ekki bara alltaf að fara að segja bara, við ætlum bara að halda eða í alls konar skemmtilegt skilur, við þurfum bara að forgangsraða í ríkinu. Jú, og það allir sammála það en það og þetta fyrir mér forgangsmál, þannig að það heldur ekki rétt að við sem flokkur sem einhvern veginn gefur skítið þetta sko. En það skýtur svolítið skökku við þegar að áherslan bara ekki á þetta sko, þegar þú horfir á loforðin skattalækkanirnar og horfir svo á það sem verður að tala í útgjöld og gagnvart fjölskyldum og ég bara alveg sammálaði, ég meina fæðingarorlof, það þarf bara lengja fæðingarorlofi, skilur ég viðurinn þar, við viljum lengja fæðingarorlofi í 18 mánuði, en við gerum okkur líka grein fyrir því að það mun þá kosta fjármuni og þú sækir ekki, svo mikið veit ég, þú sækir ekki 15 milljarða inn í, að því ég var nú í félagsmálaráðunitinu, það sem fæðingarorlofið þú sækir ekki 15 milljarð inn í félagsmálaráðunitinu kvispam búm sko, skilur með einhverjum, með því að fækka utanlandsferðum með eitthvað skilur, það bara svona kropp sko. Já, nei, en ég bara fellst ekki alveg á það að því að við viljum núna beita ákveðnum aðgerðum við að ná stjórn á ríkisfjármálum sem eru sem við erum að ná stjórn á. Já, nei, það eru mikil áhöld það og það ykkar sín. Var ekki hallinn stærri en byggust þið? Sífellt stærri og bara hvað það hann reynda minkað miklu hraðar síðustu ár heldur en að spárgerður á fyrir 2-3 árum eftir COVID sko. Nei, og svo kom reyndar 100 milljarðar Grindavíkur sko. vegna þess hvernig ríkisfjármálin eru þá erum við líka með 9% vexti og við höfum verið að lifa við það núna langa hríð og það hefur hreinlega náttúrulega bara komið mörgum hreinlega bara út á sporinu í lífinu að vera með svona vexti Þú varst heppinn á, ég náði ekki að festa við festum en við náttúrulega keyptum okkur fasteign sko einhvern tímpúti og þannig að breytist eitthvað svona en ég að segja, sko, ég bara ekki sammála því að það sé ekki hægt að tala fyrir öflugu umhverfi fyrir barnafólk án þess að segjast að hækka alltaf skatta hérna núna. Nei, það enginn að tala að hækka skatta en þeir eru að tala að lækka skatta á sama tíma að tala ekki útgjöld sko. Þegar það hægt en það ekki það sem þeir eru að tala sko. Þegar það hægt þá erum við að ráðast í skattalækkanir sem örva atvinnulífið sem bara geta alveg eins valdið því að við séum að fá meiri pening í ríkiskassan eins og við erum að tala þannig að markmiðin eru bara mjög skýr að ná stjórna þessu til þess að forgangsraða og gera það sem við þurfum að gera en ekki það sem við þurfum ekki að gera og talað sko innflytjendamálin þá veit ég alveg að við höfum reitt okkur á
erlent vinnuafl í verulegum mæli. Það mjög, til lengri tíma náttúrulega, til skamstíma þá hefur þetta bara gefist ákveðlega vel. Ég hefur reynda bent á ákveðin svona félagsleg vandamál sem eru svona bara tifandi tímasprengja í tengslum við þetta og þú þekkir það nú úr skólamálum að við erum náttúrulega, við stöndum frammi fyrir mjög flóknum úrlausnarefni. Ekki samt ansi stórt að kalla það tifandi tímasprengju? En ég veit ekki, ef þú ert með mikinn hóp barna sem getur endað á að verða tölvöld í jaðarsettur vegna þess að nær ekki tökum á tungumálum, nær ekki að komast alveg inn í skólakerfið, þá náttúrulega vitum við yfirleitt hver afdrif sumra í slíkum hópum eru, þegar við vitum það alveg að þau ná ekki að finna sig þá að fóta sig almennilega á einhverju góðri braut í lífinu. Það er ekkert algengt en það er algengara við slíkar aðstæður en ekki Hvernig líst ykkur á En þarna enn og aftur vegna þess að við munum þurfa fleiri innflytjendur í íslensku samfélagi og það pirrar mig alveg óendanlega þegar að flokkar og stjórnmálamenn eru svona einhvern veginn að ýta undir það að það sé óæskilegt og ýta undir þá umræðu og það hefur mér fundist bara vera nokkuð sterkt í málflutningi Miðflokksins. Það er nú verður að mér að svara að ýta undir, kynda undir þetta á sama tíma og það sem þarf að gera þarna er að setja fjármagn og fjárfesta í að kenna þessum börnum íslensku, aðstoða þau við aðlagast samfélaginu og ég get alveg fúslega viðurkennt það að þar höfum við ekki sett nægilegt fjármagn í það en sem betur fer, bara að segja ykkur það að eftir að Sigurður Ingi tók við sem fjármálaráðherra þá í fyrsta sinn sáum við aukningu þannig að við gætum farið að setja auki fjármagn inn í námsgögn, inn í stuðning, inn í skólana og svo framvegis en við þurfum að gera miklu meira þarna og það hræðir mig alveg óboðslega þegar ég heyri enn og aftur að því að Miðflokkurinn þegar það verður að tala að við þurfum að ná betur utan þessi börn og þessar fjölskyldur það mun líka kosta fjármuni. Á sama tíma verið að tala massífa skattalækkanir, við ætlum að leggja alla áherslu í ríkisfjármálum og að lækka skatta. Það versta sem við getum gert núna fyrir samfélagið væri að fjárfesta ekki í þessum börnum að því við verðum að fjárfesta í þeim og ég er bara ekki sammála því og mér finnst þetta ekki ríma saman. Þannig eru komið 2 mál þar sem að verður að tala að það þurfa að gera ákveðna hluti þar sem verður að tala að það þurfa að gera ákveðna hluti inn í skólakerfinu, fjárfesta í þessum krökkum en samt ætlum við bara að lækka skatta og þetta bara virkar ekki. Það er bara víst að láta fjárfestingu í öflugum innviðum og öflugum kerfum ríma við það að hafa skattbyrði ekki á þunga. Okkar aðferðafræði bara er ekki á þá leið að halda bara áfram að taka stærri og stærri sneið. Það er ekki að tala að taka stærri sneið, þú ert að tala að minnka sneiðina en svo ert að tala í hinaröndina svo ertu komið 2 mál núna sem við erum búin að ræða þar sem í hinaröndina ertu að tala að þurfa að setja milljarð inn í kerfið en samt að lækka það hinum megin. Talandi heimilisbókhald, það bara gengur þetta ekki upp. Það bara gengur víst upp að það er bara hægt að taka það er augljóst að þið hafi ekki getað tekið til inn í kerfum til þess að láta það virka betur fyrir fólkið ef að svarið ykkar er greinilega bara þetta að það sé aldrei hægt að breyta kerfum eða snúa það sé bara spurningum að sturta meiri peningum og annars er ekkert þetta að gera. Það er bara annarkort sturta meiri peningum og annars er ekkert þetta að gera. Við erum að tala fyrir því að það þarf augljóslega að gera betur í skólakerfinu gagnvart þessum börnum og kennarar þurfa að geta unnið vinnuna sína og þú náttúrulega og við þurfum að gefa þeim verkfærin og tækin til þess og við ætlum nú að ræða það hérna eftir eitthvað. En það bara þýðir ekki að við getum ekki á sama tíma bara haldið skattbyrði hóflegri í landinu og í raun og veru bara ná stjórn á ríkisfjármálum. Og þið hafið gefist upp á verkefninu, ég skil það. En það er það sem við erum að vinna núna. En þið eru að koma inn með svona... Það hefur ekki mikinn trúverðugleika. 7 ár. Jú, en þið eru að koma. Já, það er nú sko, þú veist, þú férst COVID-faraldur hérna, það sem var yfirfær, svo férstu Grindavíkur á fall og þú veist, og vextirnir og þeir eru að lækka núna, við reknum með vaxtalækkun í vikunni. En þú ert að tala róttækar skattalækkanir upp á einhverja milljarða væntanlega. Á sama tíma ertu að tala útgjöld og þetta er bara, þetta rímar bara ekki. Sko. Nei, ekki fyrir þér, vegna þess að þú lítur svo á að eina leiðin til þess að fjárfesta í kerfinu sé bara að vera með eins háa skatta og við komumst þess með. Hvar ætlar að finna 15 milljarði í fæðingarorlof og kannski aðra 10 í skólakerfið og lækka svo skatt 10-20 milljarða? Það er bara leikur einn. Já, ég meina, menn þurfa bara að nálgast þetta verkefni á mjög heildstæðan hátt en svo eru þetta að taka ykkur málaflokk út fyrir sviga. Við höfum náttúrulega gert miklar það vil verið bara mikil umfjöllun á okkar hálfu ýmsa málaflokka þar sem við teljum að það sé mikið svigrúm til þess að sækja fé. Strákar, ég ætlaði að fá að stoppa ykkur hér. Við getum rífist, tekist á, en við erum ekki að rífast. Nei, við erum nefnilega bara að rökra. En þú veist bara, hann ég bæti við inn í þess að umræða rétt svo líka sko tungumálið og samfélagið, þá held ég líka að sko á sama tíma á það sé fjármagn og stuðningur og einhvers konar innviðir sem þurfa að vera rétt stiltir af í þessu.
en þá þurfum við, og mér finnst það líka bara þess vegna hefur bara verið heiðarlegur og hreinskilur með það að það hefur ekki gengið nándar nærri nægilega vel að búa til hvata og einhvern svona grundvöll fyrir því í íslensku samfélagi að þeir sem eru að flytja læri íslensku. Og til lengri tíma, ég er bara að hringja viðvörunarbjöllum vegna þess að ég tel að við getum farið inn í ákveðin spíral þar sem að íslenskan er ekki gjaldgeng lengur sem tungumál. Og það er það sem ég er að vara við. Ég hef ekkert allar lausnirnar í hendi mér og ég hlýt ekki að rætt þetta vandamál án þess að hafa allar lausnir í hendi mér gagnvart því hvernig við eigum að tryggja þetta lengri tíma. En staðan er svo að ef að innflytjendum fjölgar í svona miklu mæli til mikils lengri tíma þá eru hvatarnir að minnka með hverju árinu gagnvart því að þeir læri þá íslensku. Já. Og þetta er ástand og að það gengur of langt þá er mjög flókið að vinda ofan það. Það er mjög flókið að vinda ofan eins og það er. Og í auknum mæli í öllum kerfum samfélagsins, þið finnið það í öllum hvort sem það er í verslunum, í auknum mæli í jafnvel opinberri þjónustu víða, þá náttúrulega er bara mjög flókið að tala í sumum aðstæðum, ekkert allstaðar, en í auknum mæli flókið að tala íslensku. Og ég verð að geta nefnt þetta vandamál og sagt það alveg hreint út án þess að fólk segir sko, en hvað ætlar það að gera? Þú veist, auðvitað vil ég fá það spurningu og ég vil þá fara einhverja hugafarsbreytingu og það er risastórt verkefni svo þekkir. En Snorri, það er munurinn á því að vera spyrill í fjölmiðlum og vera að gefa kost á sér sem stjórnmálamaður að þá þarftu að segja hvernig þú ætlar að ná hlutunum vegna þess að það er það sem við erum að leggja fram þegar við förum í kosningar, hvernig ætlum við að ná því fram sem við erum að tala um. Já, og ég hef nefnt margvíslega þætti. Og ég er algjörlega sammálaður í því. En maður getur ekkert sannað fyrirfram allt sem við viljum gera virki. Nei, en það er rosalega auðvelt að segja, ég vil breyta þessu og þessu, en hvernig viljum við breyta því? Og ég er algjörlega sammálaður í því með íslenskun og hún sé á undanhaldi. Við munum þurfa að fjárfesta í því, ég meina það er rosalega fáir sem að mennta sig í íslensku upp í háskóla og vilja kenna íslensku sko, við þurfum að fjárfesta í því, við munum þurfa að setja inn fjárhagslega hvata fyrir þetta fólk til þess að læra íslensku og við munum líka þurfa að setja skyldur sko, skyldur á atvinnulífið, skyldur á einstaklingin og atvinnulífið og fyrirtæki vegna þeir sem eru í mestumæli að flytja inn fólk hérna eru bara atvinnulífið að því það vantar fólk til þess að gangi öll þessi fjölmörgu störf hérna og ég sagði nú einhvern tímann á menntadegi atvinnulífsins, það sem þið þurfið að gera fyrst og fremst atvinnulífið að fara að huga því að ef að þá ekki setja okkur skyldur til þess að kenna fólkinu íslensku og það sé bara hluta af því að flytja inn fólk til vinnu, að það læri íslensku, þá munum við þurfa að skattleggja ykkur til þess að sækja það, vegna þess að það dugar ekki, og þar held ég vissum alveg sammála, það dugar ekki að vera með þetta svona einhvern veginn, við erum með þetta oflíbó, en atvinnulíf þarf líka að axla ábyrgð af því þeir sem kalla mest eftir fólki er atvinnulífið. Ég meina, það er að fjölgum 1500 manns í mánuð og hefur gert bara í 1, 2, 3 ár og það er ekki hælisleitendur, það er bara fólk af EES-svæðin sem kemur hingað að vinna. Sko. En engar síður hefur sóunin í hæliskerfinu verið veruleg og þá fjármuni eru svona, að þú spyrir mig hvaða fjármuni ætlar að sækja, það eru fjármuni sem að ég tel sannarlega mættu nýtast í aðlögunar verkefni, þar sem að við hjálpum sem við erum að gera. Það er búið að taka ágætlega til það, er það ekki? Í hælismálunum. Er þetta ekki að fara úr 25 í 10? Í milljar, það er einhver útreikningar. Nei, það er ekki útreikningar. Það er raunverulega komið þannig, við fórum í heildarsýn í útlendingamálunum, þessi ríkisstjórn, og ég tók nú þátt í henni, þar sem að við erum búin að sjá, farin að sjá hælisleitina kostnaðin fara niður og hann er að lækka hraðar heldur en spárgerður áfyrir, þess vegna var verið að lækka núna í fjárlögunum upphæðin sem rennur í þetta og inn í því var að við ætlum samhliða að setja þetta fjármagn til inngildingar og aðlögunar fyrir erlenda ríkisborgara. Þannig að við erum við ætlum að halda því áfram en og þannig að við erum alveg sammála það. Já, ég meina og ég er líka sammála þessu að sko og ég hef lengi velt vöngum yfir þessu sko hversu langt má ganga í svona, og hversu langt er hægt að ganga og hversu langt er æskilegt að ganga í margvíslegum í raun og verum skildum lagalega séð. Þetta er náttúrulega, það er mjög flókið að fara í slíka skildur tungumál og það getur verið mjög flókið að framfylgja þeim og ef þú ert með skildur sem er ekki framfylgt þá verður það bara brandara. Þannig að það er alls konar svona flóknar spurningar sem ég held að stjórnvöld þurfa að taka alveg þegar í stað og þess vegna náttúrulega er ég að bjóða mig fram. Það er ekki vegna þess að ég er með svörum við hver einasta vandamál í samfélaginu, heldur vegna þess að ég er með mjög skýra sýn hvernig hlutinir eigi að vera og ég mun gera allt til þess að koma því í kring og þar er ég ekkert að víkja ríkisvaldinu undan því að þurfa að taka fullan þátt í því verkefni eins að það er skylda ríkisvaldsins er að standa vörð sko grunnþætti menningarinnar sem eru tungumálið sko. Já, algjörlega. Bara þannig að það sé sagt. Já, vel gert. Höldum aðeins áfram, við erum einu að stutta hérna á Snorra, bara tekina 2-1, þú veist, þú ákveður náttúrulega að fara fram fyrir miðflokkin, sko, spyrjum hérna bara
Hversu nálægt varst að ganga til þessu Sjálfstæðisflokkinn en þú viðurkenndir það nú sjálfur að fara á fund með BB King? Já, ég meina, myndið þú fara á fund með Bjarna ef myndið boða þér? Já, ég meina, þú veist, þannig að það kannski segir En þetta var rætt eða hvað? Ég hef ekki bara rætt við Sjálfstæðisflokkinn, sko. Ég hef rætt við alls konar stjórnmálaflokka ýmislegt og á ýmsum tímum. Það held ég þannig í þessu lausa fylgiskerfi okkar að það fólk sem að hoppa milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins og úr Miðflokknum í Sjálfstæðisflokkinn og yfir í hina flokkana og samfylkingafólki í Framsókn og það í raun og veru, þú veist, mörkin eru í fyrsta lagi óljós, en í öðru lagi þá var ég ekki mjög nálægt í að fara í Sjálfstæðisflokkinn, ef ég á að segja eins og ég bara alls ekki, sko. Ég á mjög traust samband við Sigmund Davíð. Ég hef mikið álit á þeim manni sem einstaklingi og sem baráttumanni fyrir ákveðnum málum. Ég vil vinna náið með honum og svona starf náið samstarf með öðrum. Þetta í raun og veru ekkert nema það. Það þýðir ekki að ég hef ekki álit á Bjarna, sko, en þú veist, það að mörgu leyti það sem ræður för að það finn ég að það sterk grundvallar hugsjón sem verður ekki kvika frá og ég að fara inn í þetta verkefni náttúrulega líka af sko svona hugmyndafræði á svona hugmyndafræðilegum grunni, sko. Ég svona mikið að pæla í svona hvernig hugmyndafræði við líði í samfélaginu eða þannig og svona hvernig svona almenni tónnin í allri þessari pólitísku umræðu ég hef verið náttúrulega greinandi lengi þannig ég hef mikið fengist við það að greina orðræði í stjórnmálum og hvernig á hvaða leið fólk talar og þess vegna líka, þú veist, þegar ég og Ási fórum að rífast innflytjendamálin Við vorum ekki rífast. Nei, við vorum ekki rífast. Rökræða. En bara tónnin til dæmis, sko, mér finnst það líka uppgjáfa tónn að segja, sko, að við getum ekki fjölgað okkur við höfum bara innflytjendur. Skilur, það svona talandi pólitíska orðræði, sko, þetta svona uppgjáfa tónn, sko. Mér finnst það bara styrkja samfélagið, fá fólk bara, þetta bara hlutaði efla samfélagið. Ég hjartanlega sammála því og bara innflytjendur. Þannig að mér finnst það eiginlega bara en ég var að segja út frá því að Íslendingar geti gegnast börn, sko, ég að segja að það sé uppgjöf. Nei, þannig að ég kem inn í þetta svona á slíkum forsendum að mér finnst það bara ég get bara rætt þessi mál á nokkur dýft við Sigmund, sko, og það skiptir mér máli. Algjörlega, vel svarað. Við ætlum að fara þessi menntamálin, náttúrulega með barna- og menntamálaráðherrana í setti og þykist við að Snorri liggja eitthvað skoðunum sínu þarna. Sko, fyrsta spurning Ása, ertu tilbúin að heimila framhaldsskólum að taka upp inntökupróf eða byrja bara aftur á samræmdu lokaprófum í grunnskóla? Sko, samræmdu prófin, það orðin ansi mörg ár síðan að þau voru hætt að notast til inntöku í framhaldsskóla og ég held að það hafi verið formað Viðreisnar núverandi sem var þáverandi menntamálaráðherra Sjálfstæðisflokksins þegar það var gert. Skólakerfið okkar og framhaldsskólinn hefur verið að þróast alveg svakalega á síðustu árum. Það er orðið miklu fjölbreyttara nám, miklu breiðara námsframboð og ég hef ekki fundið neitt skólameistara eða þá sem að stýra skólum sem eru tilbúinir til þess að horfa í samræmt próf sem inntöku skilyrði inn í framhaldsskóla. Þannig að það er ekkert sem í vinnslu sem miðar að því að samræmt loka próf í grunnskóla ráði því hvað að þú farir í hvaða framhaldsskóla þú ferði. Við erum að horfa á miklu breiðara mat á nemendum í dag heldur en vorum að gera. Það sem verið að meta eiginleika nemendan á miklu breiðari hátt og það matskerfi sem við erum að taka upp núna í skólunum miðar að því að meta nemendurnar árlega í ólíkum greinum þannig að þú getur bara fengið svona breiðari mynd af getu einstaklingsins. Og reyndar eru flestul skólakerfi á leiðinni þangað í heiminum, meiri segja Singapúr sem að hefur, er eitt mest fremsta skólakerfi í heiminum og margir hafa litið svo á að þeir eru fattar að horfa miklu breiðar á eiginleika einstaklingana þegar þú ert að taka inn í skóla og við erum algjörlega þar og erum að þroska okkur og þróa menntakerfi í þá átt, sko. Þannig að svarið er eiginlega bara skýrt nei, sko. Og ekki heldur inntökuprófið framhaldsskóla? Nei, það ekki, ég menna sá viðskiptaráð hefur nú verið að kalla eftir því að taka upp inntökupróf í Versló. Skólameistarinn í Versló kom í viðtal strax og eftir og slóði þetta bara út á borðinu og sagði, ég menna við erum bara að horfa miklu breiðari hætti á nemendur heldur en svo að þú sést með inntökupróf inn í ákveðna skóla og það er líka þannig að þegar við viljum að samfélag séu fyrir alla og skólar séu fyrir alla
og þá viljum við að skólarnir séu líka með ákveðna breidd innanborðs og ég mjög ánægður með það að Vestló sé til dæmis að huga því að taka upp starfsbraut fyrir nemendur sem eru með ýmsar sérþarfir eða fatlanir að því að við viljum að allir séu í skóla allstaðar og Verslunarskólinn sjálfur forustan þar, skólameistarinn hefur algjörlega slegið þetta út á borðinu frá viðskiptaráði þannig að mér fannst hún og eiginlega bara slátra þessu hjá honum þannig að ég þarf eiginlega kannski ekki að gera það sko. Hvað veist ég Snorri? Já, þegar ég var þá fór fólk inn í menntaskóla á grundvelli sko bara einkunnarinnar sem þið fengu í lok 10. bekkjar, var það ekki Leifur? Jú, stemmir. Jú, og samræmdaprófið var meira bara til athugunar. Já, í gamla þetta var í einhverju formi þegar þá var þetta fyrr sko. Já, þá var þetta að detta út sem þetta tæki til þess að komast inn í menntaskólana. Var þetta ekki landsprófið í gamla daga líka? Jú, það er enn lengra síðan. Það er kynslóðan undan okkur öllum hérna. Pappir að fatta það. En ég held að það sé náttúrulega sko menntaskólum sé náttúrulega ákveðin vandi búinn ef að þeir eru með ósamræmt mat frá öllum skólum og þeir eiga náttúrulega að meta þetta af alvöru af því þeir eru með gífurlega eftirspurnin í skólana þannig að þá verður fólk að treysta þetta að sé einhverju sanngirni en ekki bara einhverju verðbólgu í þessum skóla eða öðrum sem ég er ekkert að fullera að sé í einhverju miklu mæli en það er augljóslega þegar það er ekki samræmt mat þá er augljóslega einhver þróun að fara að vera á einu stað og sem er ekki á öðrum stað það er bara augljóst og á sama tíma þá er viðkvæmni fyrir því að árangurinn á milli skóla sé borin saman eða gögn séu birt frá ólíkum skólum þannig að ég held að það setji náttúrulega menntaskóla í flókna stöðu. Er það ekki bara því að en það er misskilningur við séum ekki að taka upp samræmt mat vegna þess að nú er bara og er þegar byrjað í lesfimi, það er að koma í lesskilningi, í stærðfræði er bara styttri könnunarpróf sem eru tekin tvisvar á ári upp alla grunnskólagönguna og markmiðið er að innleiða þetta í skrefum í staðin fyrir samræmt próf þannig að þú fáir í rauninni svona mat á einstaklingi með miklu reglubundnari hætti og þá færðu, og það er samræmt það eru samræmt styttri próf sem eru lögð fyrir en ég veit ekki hvort að þau gagnast menntaskólunum í þessari inntöku sko, en þá ertu að hugsa það að menntaskólinn sé ekki að horfa breiðar á þetta vegna þetta samræmda námsmat getur að horta á einstaklingin á miklu breiðari grunni getur hann svo styrkleika en við veitum náttúrulega líka að krakkar breytast mjög mikið í 9. og 10. bekk þegar þið ákveða að vilja gera og þar ertu með samræmt, þá ertu líka með þetta samræmda námsmat, það er meiningin að það sé líka úlingastígi, en þú ert ekki að hugsa þetta sem svona loka próf sem bara þetta próf ræður því í hvaða átt þú ferð og hvert þú verður flokkaður og hvaða möguleika þú átt það væri svona svipað eins og að segja bara þetta podcast hérna hjá ykkur það ræður því hvort að þið fáið að meika það sem útvarsmenn og verðið kallaði til á okkur stærra svið sko, það ræður vissulega hvort við komumst inn á þing Jú, en skilji, en það er samt þannig að þó að við myndum klúra þessu eina viðtali núna þá eigum við annað viðtali eftir, skiljurðu, það er svona breiðari og það er það sem að það er samrænt próf og samrænt námsmat er ekki alveg það sama þarna sko. Nei, en sko, síðan er hinn handleggurinn á þessu að mér finnst og kannski er það gamaldags hugsunarháttur en mér finnst ekkert óeðlilegt að menntakerfið vegna þess að það er bara sá staður, það er íveru staður ungmenna fram eftir öllum árum þar til að vera kannski 20 eða einmitt farin á aðeins atvinnumarkað 17-18 þá er þetta bara einu vettvangurinn sem er vettvangur lífsins og þá ertu náttúrulega ekki bara að þjálfa sko námsfærni eða eitthvað, þú ert líka að þjálfa ákveðin lífsviðhorf, siglu, dugnað, metnað, skipulag og þá mega aðstæður alveg verða krefjandi. Ég óttast að það sé tilhneiging í þá átt að ef að ofuráhersla er á að einhvern veginn búa til mjög geðfelldar aðstæður í öllum aðstæðum og alltaf þá náttúrulega getum við farið á misvið það sem allan að ég fekk út úr skólakerfinu að mörguleiti sem var sko að hluta til bara harkan sex líka. Lendir ekki bara vekk þá bara seinna á lífsæðinni? Ég er að segja og þá er fólki engin greiði gerður ef að það er einhvern veginn borið uppi af einhverjum svona þægilegum sjónarmiðum að allir séu svona meira meina jafnir og sem eru 100% sjónarmið sem ég fylgi að skólakerfið er okkar fremsta jöfnunartæki, það er bara glæsilegt hvernig því hefur verið einhvern veginn komin fyrir á Íslandi, en það er samt sko eins og fyrir menntaskóla síðan að ef að þeir vilja vera alvarlegar menntastofnanir
og þeir vilja það margir vera alvöru menntastofnun. Þeir vilja það allir. Já, ég er að segja það. Þú mátt ekki segja þessi bara margir. Nei, en ég er að segja, skilur, en þú veist, þeir vilja það allir. En, og eru það. Já, og eru það. En ég er að segja, þá er ekki hægt að segja, sko, þarna að við höfum svo mikla áhyggjur af hvernig fólki líður hérna, að þið fá engin tæki til þess að gera kröfur, sko. En þetta bara mikill miskilningur vegna þess að í fyrsta lagi náttúrulega vilja allar menntastofnanir vera alvöru menntastofnanir og þú metur ekki alvöru menntastofnanir eftir hvort að þær eru með eitt samræmt próf eða ekki. Þegar að þú ert að byggja upp grunnskólan í dag, styttri könnunapróf, ef þú myndir setja þau samræmt, þá er það klárlega eitthvað sem skiptir máli. Verkefnaskil er orðin fjölbreyttari, þá klárlega ert að axla ábyrgð og þarft að skila því og færð einhverju fyrir það og það skiptir máli. Það sem að verið að tala það getur ekki verið eitt samræmt lokapróf sem sé bara make it or break it framtíðina og framhaldsskólarnir er að þróa sitt allt með sama hætti líka og skólakerfið er að þróast bara í heiminum í þá átt að fara í fjölbreyttari skil, vinna með öðrum hætti og það á ekkert skilt við það að axla ekki ábyrgð og taka ekki á og skilur allt þetta sem að það er ekki bara eitt samræmt próf sem að er make it or break it í því, en ég er að segja samt og þannig kerfi erum við að þroska skólakerfi í þá átt. En málið er að þegar við sko, að því að eins og samræmt próf og eins og líka bara lokapróf í menntaskólum eða hvernig það sem bara þessu jólapróf og vorpróf þetta er ekkert ánægjulega upplifun. Þetta er ekkert sérstaklega skemmtilegt. Svakalega erfitt og ég var alltaf alveg kengstressaður að drepast yfir þessu. En það styrkti mig og herti mig fyrir lífið. Þannig ég hefði ekki viljað vera án þess. Ég held að við farið í 13 lokapróf, jólapróf þarna sem ég var á sín tíma. Og það var bara hella, sko. Maður var bara að deyja og stressi og læriði ógeðslega mikið, læriði allt dæmið og svo heyrði maður af öðrum skólum þar sem var þetta símatið. Auðmíkjavæðingin. Já, auðmíkjavæðingin. Nei, ég meina í alvöru, þú veist, og það vissi allir hvað var upp á teiningum þar, það var bara miklu slakara. Það var bara miklu slakara umhverfi. Og svo fer þetta fólk í háskóla og þú ert miklu betur undirbúin en þeim. Þetta eru samt fullyrðingar, það er allur gangur á þessu, sko. Ef þú skoðar einhvern úr háskóla eftir framhaldsskólum, þá er það ekkert endilega svona. Þetta er bara mín tilfinning. Já, þú veist, ef þú skoðar, ég meina... En ásýr, sko, ég veit að eitt er, þú veist, að ég veit að þetta er bara einhver anekdóta frá mér og hvernig ég leit á hlutina, en síðan er líka, sko, oft, þarna, þú veist, fræðimennir og ég þekki nú fræðimennir er oft þeir skiptast nú líki skoðanir. Já, þeir eru með teóríur og alls konar, sko. Og þeir eru oft með 10 teóríur nákvæmlega, ég veit það og sumt er það vitlaust að aðeins fræðimennum getur dottið í hug. En ég er að segja, hitt er sem bara raunin í hversdagslífinu hjá nemendum og hvernig upplifun þeir fá af þeim kröfum sem eru gerðar til þeirra. Ég held að ungu fólki sé rosalega holta sem við gerðar svolítið stífa kröfu til þeirra. Ég held að sé það eina sem geti drifið þau áfram í lífinu, en annars hefur ekki það er bara annars er það bara TikTok, þú veist, og einhver neysla, sko, af efni, sko. En þú þarft að byggja upp seglu og það ert að gera í skólakerfinu í dag, það er ekki en einhvern veginn, sko, og menn geta tekist á hvernig það er og svona, en þegar menn er fannar að tala um að samræmt lokapróf sé það eina sem að skipti máli því að byggja þessi seglu. Ég er ekki að hengja mig eitthvað á því sem einhver alfa og omega alls. Það finnst mér rosalega gamaldags hugsun og ég heimsótti skóla út í Singapúra þegar var menntamálráðherrafundur OECD þar sem við heimsóttum eitt skóla sem er komin alfarið út úr öllum prófum, hann er komin miklu lengri við og hann er bara með mat sem er svona fljótandi, ert að meta verkefnin hvert og eitt og svo spurði allir hvernig ákvarðið inntöku í næsta skólastig. Já, það er það sem við erum að þroska, sem við viljum að einstaklingurinn búi sér, nýti sína hæfileika á sínum forsendum með fjölbreyttum hætti, skilurðu. En erum við að fara alla leið þangað? Nei, ég heldur sem ekki að fara alla leið þangað, en við þurfum að horfa miklu breiðar á þetta og það er líka hluta því sem skólakerfi hefur verið að gera og er að gera það ótrúlega vel á framhaldsskólinn. Ég meina, þú ert að valið sem unga fólki hefur í dag af ólíkum námsleiðum í ólíkar áttir, nýta ólíka styrkleika sína, það hefur aldrei verið meira. Enda erum við að sjá að brottfallið er að minnka úr framhaldsskólanum, fleiri er útskrifast og unga fólki okkar er að fara að gera miklu fjölbreyttari hluti. Skilur við? Og við megum ekki þjappa þessu öllu saman í að það ég held að við getum heldur ekki bara gefið okkur að sko þessi til dæmis nálgun að vera með sko ég held að samræmdu prófin sé ekkert aðalatriði í þessu samræmt námsmat en samræmt sko
En ég held samt að mér finnst ekkert, ég set mig ekkert upp á móti að sé eitthvað samræmt próf sem bara allir taka og þá bara vitum við hvernig þessi skóli stendur í þessu prófi og allir standa og þá bara vitum það. Mér finnst ekkert að því að gera það. Það myndir ekki að setja skólana á tærnar sko? Já, en það sem við erum að tala um í þessu nýja matskerfi, það er verið að taki notkun núna nemendagagnagrunn sem verður með öllum nemendum á landinu í einum gagnagrunni, samrænt námsmat sem verður lagt fyrir 2 ári í öllum bekkjum. Verður eitthvað hægt að fiffa það eitthvað? Það er samrænt prófakerfi, já, bara miðstöð menntun og skólaþjónustu með það. Það verður lagt fyrir valfrjálst í öllum bekkjum, en skylda kannski 3 bekkjum. Þetta fer allt inn í eitt gagnagrunn, þar sem við getum skoðað félagslega breytur og fleira skiluru. Þannig að við erum að fara í ofboðslega miklu fullkomnara kerfi og kennarinn getur nýtt þetta á hverju einasta ári sem verkfæri. Já, það sem ég held líka, en einhvað síður, er að þegar við horfum síðan á árangurinn af þessum hægfara breytingum, því ég talaði um að þegar ég var í hagaskóla 2010-13, þá held ég að eldri bróðir minn hafi tekið samræmdaprófið og þá gilti það til þess að komast inn í skólana, en það hafi verið aflagt á minna tíð og svo auðvitað var það fasað út bara sem próf síðan síðar. Ég veit ekki hvort að árangurinn í menntakerfinu sé að verða sífellt betri eftir þessar breytingar voru gerðar. Ég meina þannig að það ekki bara öfugt? Það er öfugt og ég ætla ekki að segja að sé út af því, en við getum ekkert samt sagt að við getum bara vitað með vissu að þetta sé ekki eitthvað tæki sem heldur fólki á tánum eins og þú segir. Sko, er ekki að tala bara fílinn í herbygginu? Þú minnist á árangurinn í menntakerfinu Ási, sko, mælingar, ef við miðum okkur við önnur OECD er ekki í PISA-könnunum, það er ekki góðar. Lestrarkunnátta virðist vera á sérstaklega á strákum fara rörnandi hvað er eitthvað að hvað er í gangi þar? Já, það liggur alveg ljóst fyrir að það eru ákveðnir þættir sko, það eru ákveðnir þættir í menntakerfinu okkar sem að við erum að breyta og við erum bara í alveg rosalum breytingum núna á menntakerfinu. Það voru 3 risastór frumvörp sem lágu fyrir þinginu þegar ríkisstjórnin sprakk. Eitt var þetta samrænda námsmat sem að gerði ráð fyrir sko miklu meiri mælingum á skólakerfinu heldur við höfum verið að notast við áður. Annað var námsgagnaútgáfa, breytt námsgagnaútgáfa vegna þess að Ísland hefur verið mikill eftirbátur öðru löndu þegar kemur námsgagnaútgáfu, bæði hvernig hún er uppbyggð en líka varandi það fjármagn sem við erum að setja í það og erum að búið að tvöfaldar núna námsgagnaútgáfuna sem að þarna kemur inn. Síðan eru það verkfæri sem að lúta því að aðstóða kennarana við að takast á við sífellt stækkandi hóp nemenda með erlenda tungumál og menningabakgrunn sem hafa verið að koma inn í kerfið og það eru auðvitað þannig að mælingar sem eru gerðar núna á PISA það er ekki eitthvað sem að þetta er svona 10 ára gömul þróun sko í samhliða Er þetta ekki allt í bóðið fram svona, meira minna samt? Nei, vegna þess að sko það sem að ég myndi segja að mælingin í PISA núna sé frekar Sigmundakenna? Nei, ég held að sé nú ekki Sigmundakenna. Það væri mikið ég held að þetta sé svona menntamálráðherra til kannski Illuga Gunnarsson og Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, skilurðu? Sjálfurinn. Nei, þetta er svona 10 ára vegna þess að þegar að þú skoðar skólakerfið og það er engin að segja að þú eru ekki að gera breytinga þess vegna erum við með 3 risastór frumvörpun í þinginu sem að lútað menntakerfinu og breytingu sem þarf að gera á því en á sama tíma er þetta auðvitað líka eitthvað sem er að gerast í samfélaginu okkar þegar lítur að lestri, þegar lítur að íslensku, málumhverfinu enskan hvað hún er orðin allt umkring þú veist þetta spilar allt saman þarna inn í þetta en ég hef ekki heyrt að því það er nú búið að vera gagnrýna kennara fyrir að gera ekki, þú veist, vil ekki breytingar og eitthvað svona, kennararnir hafa verið mest jákvæðir fyrir því að gera þessar breytingar sem við erum að vinna að þeir sjá þetta alveg sjálfur og þeir vilja fá breytingarnar en þeir vilja þessu unnar með þeim og það tekur líka tíma. Ég meina matskerfi sem ég var að tala um hérna áðan munurinn á því og samræmduprófunum samræmdupróf sem er lögð fyrir einu sinni í lok skólans ef að þú hefur látið taka samræmdupróf í 10. bekk í lok skólans og kemur í ljós Snorri var rosalega lélegur í stærðfræði íslensku í staðin fyrir að taka styttri stöðupróf sem eru þróuð með kennarunum þannig að hefur verið að grípa Snorra fyrr eða bekkin hans eða skólan hans og bera það saman við aðra og vinna með það meðan á skólanum stóð sko, skilur það. En sko ég held líka að þú veist lestrarkunnáttan og þessi lesskilningur þetta er náttúrulega og ég er líka alveg sammála því að ég held að ef einhver lætur sig þennan vanda varða þá eru það kennarar og eða einhver sem hefur metnað fyrir það að leysa þá eru það kennarar.
þeir eru hins vegar að horfast í augu við náttúrulega sko árásir á þessa getu af sko frá öllum sviðum og ef maður talar aftur bara það hvernig þróunin var bara ef maður er að alast upp sem barn við upp úr aldamótum 2001, 2003, 2004 þá eru spólurnar útlensku að detta inn og tölvuleikirnir og PlayStation og síðan bara PC-tölvur og síðan PlayStation 3 og 4 og mjög öflugur afþreyingabúnir mjög öflugur afþreyingabúnir sífellt betri því að fanga athygli okkar allt á ensku og ég spilaði World of Warcraft á ensku bara frá sko 8 ára aldri til 15 ára aldurs bara professionally og þegar ég var 8 ára þá var ekki svona barnaefni til á ensku sko. Skilurðu, og ég er ekkert mikið eldri þú 10 árum og ég held að sko sá sem dettur inn í þetta málumhverfi eins og maður segir á ensku er bara einfaldlega að verja sínum dögum inn í þessu málumhverfi í svo miklu meiri mæli en þarf til þess að öðlist sko heildar tilfinningu fyrir öllu tungumála því tungumáli er sko svo risastórt verkefni og maður er sko alla ævi að vera fullnuma í eigin tungumáli það er þannig sem ég líti á það og þess vegna sko ef að þú ferð á misvið sko mótunina sem af því að þú veist ég manna Halldór Laxness talaði sko að tærasta íslenska sem hann hafði nokkuð að numið var bara hjá ömmu sinni sem var ekki læs sko. Hún var bara búin að vera í sveitinni að þarna skilur við tala þessa gömlu góðu íslensku sem hefur alltaf verið töluð en börn er ekki í kringum þetta lengur. Nei. Þau eru kannski að hitta ömmu svona afa við sem tala einhverja gullaldar íslensku ef við erum heppin, ekki einu sinni. Sko ég er nánast viss það, 9 ára gömul dóttir mín sem er yngsta dóttir mín Já. Hún talar betri ensku í dag heldur ég talaði þegar ég var búið með menntaskólan já. Hún bara reybrennandi ensku sko. Alveg reybrennandi en sko þannig að þess vegna ætla ég aldrei ætla ég ekki að fara að segja núna þetta er þessum stjórnmálaflokkum að kenna sem hafa verið með menntakerfi þetta er bara risa samfélagsleg þróun sem við verðum einhvern veginn núna að horfast í augu við á sama hátt þá getur heldur ekki bara að afskrifa ungt fólk og sagt sko af því að þið náðu ekki PISA-mælikvörunum þá eru þið vonlaus þau eru náttúrulega með sko alls konar næmni og tilfinningar og skynjanir sem við höfum ekki sans fyrir, bara, eins og bara mím á netinu, að skilja það er ekki fyrir gamla fólkið, Nei. En þetta fólk skilur ákveði myndmál í kringum myndir á netinu og alls konar TikTok-dæmi og þú veist, ég vil meina að við stöndum ekki uppi með bara á vissan hátt í okkar gamla skilningi svona andlega snauðara fólk í einhverju skilningi ef við tökum þetta út frá okkar mælikvarða en á þeirra mælikvarða þá eru þau náttúrulega bara í sínu samfélagi sem er náttúrulega ensku síkt skilurðu? Og ég held að þetta sé hárrétt og það er alveg þannig að það er að verða sífellt stærri hópur hér sem að er í það miklu ensku umhverfi að þau er jafnvel erfitt með að skilja fræðimál á íslensku sko. Ég hef verið að kenna skák á landin út á landið bara íslenski krakkar og þeir bara tala ensku sko. Þetta getur ekki verið gott samt og þá hugsa maður er þetta eingöngu skólanum að kenna? Eða er það í samfélaginu okkar, þú veist, ég held að sé bæði, ég held að þetta sé líka samfélagið og skólinn og fjölskyldunar og það þarf ofboðslega innspýtingu í íslenskt málumhverfi í kvikmyndum, þýðingu, bókum, þú veist, og ég held að sé, við höfum verið að auka það svakalega síðust árin, menningarmálaráðherra hefur nú verið gagnrýndur af hægri væng stjórnmálan eða samstarfsflokknum, sjálfstæðisflokknum fyrir innspýtingu inn í menningu og hún vilja setja meiri íslenska menningu og meiri íslenska bækur og kvikmyndir og allt þetta en ég held að þau eru svo svakalega innspýtingu þarna inn til þess að yfirkeyra þetta enska málumhverfi en er þetta kannski töfið bara þetta? Nei, sko, ég er nefnilega þetta held ég, það þau eru svakalega innspýtingu þarna inn en á sama tíma vil ég líka segja og taka undir með þér Snorri að þú veist, krakkarnir í dag, unga fólki í dag það er rosalega öflugt á rosalega mörgum sviðum þú veist, við erum með frábært fólk sem hefur þekkingu og getu sem er svo langt umfram það sem ég hafði þegar ég lauk mínum 10. bekk og mínum framhaldsskóla þau hafa langt fleiri tækifæri og þetta er alveg óbáslega oft og tíðum öflugt fólk sem er skapandi greinum listum, menningu treystir á sig sjálft, býr til podcast alveg í tonnavís skilur, ég held að unga fólki var ekki þú veist, þessi kraftur og þessi geta, hún skipti líka alveg óbáslega miklu máli, sko. Já, og ég held að Halldór Laxness hefði verið með podcast ef hann væri á meðal okkar í dag og
Og það hefði verið vinsælasta podcasti. Já, og það náttúrulega 100 nýjar leiðir sem við erum náttúrulega að þróa til þess að tala íslenskuna. Talandi hlaðvörpin hafa verið náttúrulega ákveðin gróðrastöð bara fyrir íslenskuna, en þetta bara nýtt form sem allir hafa aðgang að og geta hlustað endalaust og tekur náttúrulega hratt fram úr til dæmis því sem RÚV að bjóða upp á. Það bara miklu verið hlustun gagvart svona og einhver svona sem bara verða til á frjálsum markaði, það ekki að verða stór ríkur á þessu nema þið með ykkar engaþóttu sponsa en í sambandi við að þú segir er þetta töpu barátta þá það náttúrulega í fyrsta lagi eitthvað sem ég tel ástæðan fyrir ég fer inn í stjórnmál er að ég lít ekki svo á við höfum svigrúm og þótt að séu sannarlega blikur á lofti sem er mikilvægt að horfast í augu við ég á mér draum að við getum litið þegar öll kurl koma til grafar á þetta tímabil sem ég að tala sem hefst þarna upp úr aldamótum og varir til 2024 að því líkur núna sem ákveði frávik í sögu tungumálsins sem bara svona ef við horfum á það fræðilega þar sem við vorum með svona mikið af afþreyingarefni frá útlöndum og höfðum ekki hagkvæmar leið til að þýða að þegar núna erum við að horfa upp á það að svona reikniritt og svona gervigreindarlíkön eru orðin það fær og svona stór tungumálalíkön eru orðin það fær að skynja merkingu með mjög mikilli nákvæmni í enskunni og útdeilinni aftur með mjög mikilli nákvæmni á íslensku. Hvenær það verður að tækni sem seinlega dælir út vélþýðingum í beinni alveg fyrirhafnalaust spurningum mánuði frekar en ár. Þannig að þegar við erum með börn sem gera frá unga aldri, ef við erum með 2-3 börn og ég með eitt sem að tekja, hann ekkert að gera kröfur eitthvað gullallamál á efninu sem hann fær stundum að horfa á í sjónvarpinu. Hann horfir á fílsa á vélarnar, það eru nokkra setningar á íslensku, af því það búið að þýða Ríkisútvarpinu með mikilli fyrirhöfn vel að merkja, með miklum styrkjum. En ef þetta væri sjálfvirkt og þegar við erum með þetta YouTube skrýmsli sem allir foreldrar standa frammi fyrir og að hugsa, heyrðu, að ég hugsaði oft að þegar okkar elsti 6 og ég hugsaði oft með YouTube bara, heyrðu, ég gæti láta hann horfa á þess að lestar vera að klessa á hver aðra eða hvað sem að gerast eða fótboltamennina sparka, skilur, eða það væri bara þú veist, ef það væri bara verið að flytja Ísland farsælda frón þarna undir og hann væri þá allan að fá einhvern svona grunnbasa inn af Það var búið til góðan miðflokksmann. Já, búið til góðan miðflokksmann þarna á meðan hann væri að því. En síðan bara allt í hennu held ég að með vélþýðingum þá ég bara, það ekkert að gefa mig meiri bjartsýni á það að það sé bara hægt að þýða þetta beint fyrir börnin þeim alveg samátt að sé ekki nákvæmlega fullkomið þó þetta verði basically nákvæmlega fullkomið þannig að maður segir basically hérna aðeins sletti að því ég hef sér ræðu til dæmis á fræg ræðan sem Javier Milei forseti Argentínu flutti á spænsku hjá World Economic Forum hún var vélþýdd yfir á ensku með spænskum hreim og það var svo ánægilegt að hlusta á það að því að þá fekk maður tilfinningu fyrir því að hann var ekki kannski beint einhvern veginn, ég veit ekki hvað geti útskýrt, þetta var bara svo raunverulegt og velheppnuð þýðing að þetta gæti verið stóra dæmið. En ég algjörlega sammálaður í því að ég held að það sé ekki gott nám að læra að vera þýðandi í dag. Það þú veist, tæknin bara að fara að taka þetta og það annað sem að skiptir auðvitað opbóðslega miklu máli og unga fólki okkar, þú veist, ég það gamall þó ég sé réttrúmlega fertugur að ég mun aldrei geta nota gervigreindina eins og dætur mínar eru þegar farin að nota hana þau bara í náminu og öðru slíku og það skiptir auðvitað ofboðslega miklu máli hvernig stjórnvöld hafa verið að stíga fast inn í það og ég menna Lilja Alfreðsdóttir hefur náttúrulega bara því hún ráðherra íslenskunnar hún hefur auðvitað bara beitt sér rosalega fyrir því að ná því í gegn að íslenskan tungumál númer 2 í ChatGPT þú veist og það bara vegna þess að við höfum verið að taka þetta svona hratt og við höfum farið á fundun og í tengingar á eftir enskunni þannig að hún líka bara ansi góð í íslensku og alltaf að verða betri og betri hún orðin, mér finnst hún hún orðin betri en margur hún að verða, margur hún að verða fullnuma en þetta skiptir ofboðslega miklu máli vegna þess að þú veist þetta bara orðið verkfæri sem notað bara þú veist, bara vex dag frá degi inn í skólunum, hvernig þetta notað og unga fólki notar þetta og það allast upp með þessari tækni, þetta svona svipað svo kynslóðun undan okkur sem álst ekki upp með snjallsímónu, skilur og bara ennþá með Nokia 5010, Nei, og svo náttúrulega þessi umræða, inn í skólunum og ég reyna að vera ekki, þó maður sé eðlisfari
eftir því sem maður eldist þá hefur maður tilhneigingu til þess að bölsótast út í það sem unga kynslóðin að gera og segja þú veist, þau eru í svona djöfis snjallsímum allan daginn og skil ekki neitt og kunni ekki neitt og þá segir fólk sko, bönnum snjallsímana inn í skólunum. Sko, ég veit það ekki, getur þú bannað þeim að nota ofur tölvuna sína, skilurðu, þú veist, þarna, já, eða þau eru að misnota hana, en þú veist, eru þau ekki alltaf að fara að nota hana í allir sinni vinnu, ég meina, síminn, þið finnið það þegar þau eru að vinna, þá síminn tölva nummer 2, þið eru eitthvað aðeins í tölvunni, en maður bara... Ég er eiginlega vissum, ég er mjög sammála Snorra þarna, ég er eiginlega vissum að hann er ekki með svona meðaltals miðflokksskoðunina þarna, hún er svo góð, sko. Nei, að banna símana það. Ég held nefnilega það sem að við þurfum að setja reglur símanotkun. Í skólunum, já, klárlega, en líka bara inn á heimilinu og í samskiptum okkar, sko, þú veist, og skólarnir þurfa að setja sér reglur, þannig að þetta sé nýtt sem verkfæri og hvernig það sko, en unga fólkið okkar og ég er bara algjörlega sammálaður þar, unga fólkið okkar alveg magnað, sko, þú veist, og það hefur svo mikla getu til þess að tileinka sér þessa nýju tækni, þú veist, að ég held að við skynjum ekki oft, sko, þú veist, unga, og það er ekki svo við sem 60 hérna, sko, skilurðu, þau eru bara ljósár og undan okkur og ef við leifum þeim ekki að þroskast upp með þessu, að þá fyrst væru við að vinna gegn framþróun, sko. Já, en það þarf svona á sama tíma, þannig að maður taki miðflokksvinkilinn áfram. Það þarf að vera reglur og rammar, sko. Það þarf að vera reglur, rammar og ægi, sko. Og það skortir aga í skólakerfinu og það eru meirháttar agavandamál. Já, sko, málið það skortir auðvitað bara aga í samfélaginu. Já, það ég menna, þegar þú horfir upp á það í skólanum. En hann ekki allstað eins mikilvægur, hann mjög mikilvægur. Já, jú, en það þegar þú horfir upp á það í skólanum, því ég með kennurina líka inni, þegar þú horfir upp á það í skólanum að það fer að fara meir og meiri tími hjá kennurunum í samskipti við foreldra sem eru í kröfugerð gagnvart skólanum, lögfræðingar sem að senda lögfræðinga inn í skólana til þess að krefjast þess að einhvernum sé breytt, skiluru, þá eru kennararnir líka settir í erfiða stöðu, sko. Af því að ég menna, þú veist, ég menna á mínu heimili hef ég alveg lent í því að dætur mínar kvart yfir kennurunum, hvort sem í menntaskóla eða grunnskóla og segja, getur ekki tala um að gert eitthvað og þú veist, það þarf að berja á þessu. Ég segi bara, heyrðu, þú veist, bara lærðu, skilur, taktu höggin, sko. Já, klart. Erum við búið með menntamál? Já, strákar, sko, það er ekki það að mér langar ekki að ræða þetta frekar. Við getum verið þetta í marga tíma. Já, ég heyri það og það gleður mig að þið deilið áhyggjum og áhuga því að... En samt búin að vera hvað frá því nýjum morgun. Já. Gera betur. Og þurftir að grípa taumana hana. Já, sko, ef ég... Þú mátt vera bara harðari við það, sko. Já, ef ég væri einvaldur þá væri þetta bara íslenskuna, sko. Já, hún mér mjög hugleikin. En strákar, sko, við þurfum að halda vel á spöðunum því að við eigum kosningaprófið inni og svo eru þetta riddarspurningarnar. Já, ég nú nokkra góðar þarna. Og við hvetjum alla til þess að senda inn riddarspurningarnar. Það hafa verið beittar. Ég ætla að segja að það var met toppa fyrir þessum þetta. Við fengum svona 100 aðsendarspurningar. Ég er ekki grínast. Þetta er met. Margar hverjar eins og ég segi með broddi. Það einhverjir sem að fá ekki sína í gegn en við haldið áfram að senda. Það aldrei að vita nema þetta. Strákar, örsnögt bara efnahagsmálin. Ég veit að það er kannski ekki auðvelt að taka þau hratt en við skulum gera allu. Snorri, við byrjum á þér. Við vorum aðeins að ræða upp að þú talaðir óræðsíðuna í ríkisrekstrinum og ásins sömuleiðis ákveðin populisma í því að tala fyrir skattalækkunum en á sama tíma vera stinga upp á hinum ýmsu aðgerðum sem að kosta peninga. Sko, hvað ætlaði að gera til þess að sækja fé í ríkiskassan til þess að bera straum af þessum útgjöldum sem þú stingur upp á? Ég náttúrulega var ekki að stinga upp á miklum útgjöldum hérna í grunninn, en ég var auðvitað að fallast á að það er ýmis verkefni sem við þurfum að vinna mjög vel. Hvað ætlaði að taka til? Hvað ætlaði að taka til? Já, það er bara í öllum ríkiskassanum. Við erum náttúrulega með mjög mikið að tekjum í ríkinu og sömuleiðis og mikil útgjöld og ég held að við erum að tala til dæmis eins og að það hefur verið djók með hennan hagræðingar keisara, þú veist, það er að mörgu leyti sko, það er ekstra fólk sem kann að reka hluti og það er tilhætt úti og það þarf að í raun og veru mynda bara einhvern traustan hóp sem bara fer yfir þetta allt og það er náttúrulega aðri flokkar sem er líka búin að tala um að gera einhverjum svona heildar úttekt á útgjöldum ríkisins. Það er ekkert mér á móti skapi að ráðast í einhverja svona bara allsherjar skoðun. Ég meina, eins og ég sagði áðan, við getum auðvitað að tekið einhverja málaflokka út fyrir sviga og rætt þá sérstaklega.
ég meina við höfum nefnt bæði hælisleitendamálum, við höfum nefnt til dæmis að það fari 30 milljarðar merktir við umhverfismál, að við erum að eyða 40 milljörðum í háskólamál. Við verðum að athuga mjög vel hvað aðgerðir að virka þarna eða hvað aðgerðir láta okkur bara líða vel. Sko önnur mál, ég meina stóri útgjaldaliðurinn eru þetta svona heilbrigðis- og velferðarmál og þar var ég var fundið í Landspítalanum í morgun og þar eru allir sammála að það bara hellir hennar sóun í kerfinu. Hvernig ætlum við að laga það? Það náttúrulega með því að sko í ákveðnum málum taka djarfar ákvarðanir. Setja meiri pening bara. Það samt á sama tíma sá háværustu hópur það að hann sé fjársveltur á sama tíma. Sko, til lengri tíma þá eru innviðir þarna sem menn telja að þurfa að bæta. Á sama tíma verið að byggja þennan nýja spítala en hann hefur tafist og þannig að það ákveðin svo sambland, en síðan sko vandamál sjúkrahússins að mörgu leyti líka vandamál gagnvart þessum sjúkrarýmum sem okkur vantar. Þar var ríkisstjórnin að tala 700 rými, þau endaði 200. Ég var nú hlust á Viljum í gær, þar sem hann sagði að á næsta ári eru þessi 700 komin, sem var árið þeir áttu að vera kosið. Já, þá eignum við okkur bara heiðurinn á þeim, en ég að segja, sko, ég efast að það standist alveg, en þetta hefur verið í einhverjum hnút. Þannig að sko, þar svona, þú veist, þar sýnin til framtíðar, hann náttúrulega mikil fólksfjölgun og kerfið náttúrulega þarf að geta tekist á við þetta og það þarf þá bara að finna nýja lausnir. Við vorum að tala einmitt alla þessa gervigreind og annað eins og þeir voru einmitt að bara segja okkur frá bara mjög áhugaverðum hlutum sem að gerast í því að mikið af þessum handtökum inn í kerfinu, af því að það ekkert endilega alltaf þannig að sko, að með því að bæta bara við starfsfólki settu að þeir eru að gera reksturinn betri, það þarf líka að vera sífellt vinna í gangi með það og kerfið náttúrulega byggt á sko gömlum grunni þar sem aðstæður voru alltaf öðruvísi og það hefur verið að reyna að færa sig átt að nútímanum og það þarf bara að stjórnvöld þurfa bara að vera mjög metnaðfull gagnvart í verkefni. Þú veist, þannig að eins og segi, það ekkert sko rosa sexy umræða hvað þarf að gera í þessum kerfum og sömuleiðis bara þessi stóru útgjaldalegir, þar eru tækifærin til þess að sko skipuleggja sig betur til þess að við getum sinnt grunninn vel og þess vegna svo ósammálaði þegar Ási segir sko að það sé svona glæpsamlegt að tala fyrir því að við lækkum skattbyrði til þess að hvetja fólk af stað í samfélaginu og segja, heyrðu, farið og gerið eitthvað við sko líf ykkar, við ætlum ekki bara leið og hreyfið í þess átt að leggja nýjan skatt á þig og einhvern veginn réttlæta alltaf með því að við þurfum að fjármagna allt okkar. Við höfum ákveðna skyldur að reka okkar vel og þá viljum við líka bara treysta fólki fyrir því að fara þá bara og örva atvinnulífið enn frekar og þá verða bara skatttekjurnar alveg eins meiri sko, þegar fólk brýst út úr þessu. Ég meina, ef eitt fyrirtæki fer á hausinn, þá ertu strax búin að tapa heilmiklu. Og ef við getum haldið fólki réttum yfir línuna í því efni, þá erum við að tala fleiri 100 milljónir til margra ára eða hvernig það er. Þannig að það ekkert brandari að vera með of íþyngjandi umhverfi fyrir fyrirtæki. Það er bara spurning að duga að drepast, þá líka gagnvart ríkissjóði. Eitt sem áður ég hleypi þér á sig. Þetta var nú ekki stuttasvar þetta var eiginlega bara mjög langt svar Snorri, það verði að fá að spyrja þig sko ég verði að fá að taka efnahagsmáli líka hvort þú færð, ekki spurning sko en ein snögg hérna Snorri, það populismi eða stendur þú með þessari hugmynd að Íslandsbanki sé seldur og allir fái bara hlutabréf í bankanum? Já, Íslandsbanki sé þá ekki seldur heldur gefin afhent, ég stend hjartanlega á baki þeirri hugmyndi. Ég held að það sé bara mjög farsæl og aðgengileg leið til þess að í raun og veru klára þetta úrlausnarefni sem sko fráfarandi stjórnvöldum hefur ekki haldist mjög vel á að leysa sem að koma bankanum úr. Það var nú aðlega verið einn ráðherra sem átti vandræði. Já, ok. En sko þessi leið, hún náttúrulega þannig gerð að þá færðu hlutabréf og ég meina, hvað myndir þú gera á þetta hlutabréf? Færðu til tenni? Já, myndir þú fara til tenni? Það fullt af fólki sem mun gera það. Við miðflokkurinn ætlar að lækka verðbólgu, þetta? Ef einhver ætlar að fara til tenni, hver ætlar að kaupa hlutabréfið að þeim? Það eru bara einhverju fjárfestar eða eitthvað? Já, ég meina, þá eru þeir með minni pening hjá sér, skilurðu? Já. Nú ég bara að velta þennum, þú rýrir það verið bankans ef að stór hluti bara óhreiður? Ég meina, ég held að hluthafa samsetning í fyrirtækjum sé bara á alla vegu, sko, markaðslögmálin þau eru þannig að ef að tilhneigingin í þá átt að það sé ólógískt að vera með svona dreift eignarhald, þá mun samþjöppun verða
og mjög margir í gegnum þessa leið og það er það sem við erum að tala þetta bara einmitt í takt við skilaboðin frá okkur að við teljum bara að fólki sé mjög vel treystandi fyrir því að fara vel með sin eigin hluti í þessu. Þú átt þetta, þú getur selt þetta og keypt í einhverju öðru fyrirtækjamarkaði og verið þá bara orðin fjárfestir sem bara risa skref í lífi fólks ef það getur einhvern veginn fengið þá sjálfsmynd að fá smá pening hérna í hendurnar eða hlutabréfið og að ráðstafa því að vild. Það eru margir sem eru að spara sig fyrir íbúð. Það fullt af fólki sem á í miklum erfiðleikum með að greiða niður lánin sín og þá bara getur þetta í raun og veru hjálpa þeim að losna við skuldir. Ég meina, og þar fyrir utan þá bara held ég að grunnskilaboðin sé þessi, það er engin populismi í því að segja þetta er það sem þið eigi nú þegar. Akkur er okkur betur falið eftir þessa reynslu að hvernig gekk að selja þetta hvað sem akkur er þá okkur betur treystandi fyrir að fara með þetta en fólki. Var það ekki selt að fínu verði samt? Ef ekki bara selja þetta? Það var selt að fínu verði út frá ýmsum sjónarmiðum en já. Ási, svo ég hleypi þér að nú eru þið búin að vera við ríkisstjórn 7 ár, halli ríkissjóðs 100 120 milljarðar og fjórði stærsti útgjaldaliðurinn er það ekki áhyggjuefni fyrir kjósendur sem að vilja ábyrga fjármálastjórn? Jú, ég held að við gerðum óbúslega mikið í COVID-faraldrinum íslenskt hagkerfi fyrir fyrirtæki, einstaklinga og aðra. Við tókum 100 milljarða í Grindavík sem var ekki gert ráð fyrir þannig að það hefur tekið lengri tíma að ná niður vaxtakostnaðinum. Við erum samt að vinna bara á áætlun á því og það bara blasir við, ég menna við erum að búast við vaxtalækkun núna þannig að vaxtalækkunarverðli er að hefjast af miklum krafti þannig að það mun sannarlega hafa áhrif en það sem að við erum allavega ekki að leggja áherslu á í efnahagsmálunum er einhver aðgerð eins og að gefa Íslandsbanka til einstaklinga. Það bara blasir við að því við vorum að ræða hér fæðingarorlof áðan, við vorum að ræða börn með erlendan tungumál og menningabakgrunn. Við getum tekið stuðningu ungt fólk á húsnæðismarkaði sem eru hlutdeildarlán sem að við myndum vilja efla aðstoð ungt fólk við að kaupa sína fyrstu fasteign. Hlutdeildarlán er inngrip á eftirspurnarhliðinni. Er vit í því? Nei, það er inngrip, það er framboðstengt vegna þess að það eru nýjar íbúðir. Þetta er að breskri fyrirmynd og skorskri og við kynntum okkur það mjög vel vegna þess að ég laði þetta frumvarp fram á sínum tíma. Hefur þetta eitthvað gengið? Já, það er fátt sem hefur hjálpað ungu fólki meira til þess að komast í einu húsnæði heldur en einmitt hlutdeildarlán. En það hefur ekki tekist alveg nú vel að halda þessu á framboðshliðinni. Þetta hefur raunur farið til neytenda og einhvern veginn orðið þannig að hluta til eftirspurn. En ég er alveg saman. Meðan þú ert með þökin á því, að fermetraverðið og annað, þá klárlega nýtist þetta ungu fólki sem vil komast inn á fasteignamarkaðinn. Þannig að ég held að það væri miklu skynsamlegra þegar að svigrúmið myndast í ríkisfjármálunum, vegna það mun gerast á næstu bara árum það blasir við, ef að vaxtakostnaður fyrir niður, stýrivextinni lækka, við erum ennþá að greiða niður, að þá mun myndast svigrúm og þá held ég að sé ekki skynsamlegt að nýta það ekki gagnvart barnafjölskyldunum hérna sem við vorum að ræða í upphafi. Ég held að sé skynsamlega að nýta þetta beint gagnvart þeim. Target er þetta á þá hópa sem að við viljum að það nýtist vegna þess að ég ætla bara að segja ykkur, ég menna, jú, það væri ágætt að fá hlutabréf í Íslandsbanka en ég held að peningunum er betur varðið heldur en að láta mig hafa hluti í Íslandsbanka eða Snorra eða ég bara ekki bara greiða niður skuldir, það ekki bara greiða niður skuldir og aðstoða fólk, ég menna við vorum að ræða barneignir hérna áðan og fæðingar en þetta er spurningin sem er að greiða niður skuldir selurðu frá þér innviði til þess að fjármagna reksturinn og það er mörguleyti það er grunnurinn sem er vandamálið, það er uppsetningin sem við lifum við, það er ekki auðvitað er núverandi skuldastaða. Nei, ég meina þá getur við bara þá skulum við bara segja, væri ekki skynsamlegra í staðinn fyrir að það sem ég fannst eiginlega best hvað þú náður að tala þetta mikilli samfæringu, því ég eiginlega trúið ekki að hafa þessa samfæringu. Ég held að það væri miklu skynsamlegra að selja Íslandsbanka og nota þá í innvið eins og samgöngur og annað þvílegt sem er þá ekki inn í rekstur, Þannig að mér finnst þetta þetta gangvart hverju einasta verkefni sem stjórnvöld hafa þá er þetta að fara í þessa umræðu hvað það þarf að gera í staðinn en þetta er ég held að það sé miklu skynsamlegra, við höfum verið að ná því og okkar Sigur Ingi hefur lagt áherslu á það og ríkisstjórnin og það má bara vel
bara vera það má bara, og bara gott að ná þessu niður í ákveðnum þrepum. Við höfum hins vegar ekki farið í róttæk inngrip gagnvart kerfunum okkar eins og dómskerfunum, menntakerfinu og fleiru, skilurðu niðurskurð eða annað slíkt. Við höfum bara verið að ná þessu jafnt og þétt niður vaxtakostnaðinum og það lítur mjög vel út fyrir næstu ár. Það bara ekki rétt að allir líti svo á að þetta líti bara mjög vel út. Það eru nýkomi bara erlendir alþjóðlegir aðilar sem verður að koma. Það eru nýkomnar, þú verður að leyfa mér að tala. Það lítur mjög vel út að við sem að ná þessu niður og Ég held að það sé ekki tilfinning almennings eftir langt hávaxta tímabil að það sem að menn hafa bara hreinlega mist stjórn á útgjöldum og þar með valdi þessari verðbólgu, þá held ég að sé bara enginn sem hafi þessa tilfinningu nema þið í Framsóknarflokknum að þetta gangi svo vel. Það lítur þannig út að við sem að ná þessu niður, við erum að fara að sjá vaxtalækkun núna, vextirnir mun síðan halda áfram að lækka. Það er ekkert gefið því nema menn haldi rétt á spilunum og sendi rétt skilaboð út frá ríkisvaldinu. Já, með því að lækka skatta, selja Íslandsbanka og fara líka í útgjöld. Ég veit ekki hvað útgjöld þú ert að tala um. Þú varst að tala hérna fæðingarorlof og fleira. Það liggur ljóst fyrir ég var ekki að tala um að það sé eitthvað forgangsmál að ráðast í það, nei. Nú ertu orðin á móti því að ráðast í stuðning fyrir fjölskylduna sem varst að tala um áðan að við ættum að gera frekar en að fá innflytjendur. Ég held að mest mikilvægasti stuðningur Ég er alveg hættur að skilja þig, Snorri. Nei, þú ert ekki hættur að skilja mig. Ég var alveg skýr með það náðan að mikilvægasti stuðningur við fjölskyldufólk einmitt að ná tökum á verðbólgu og vöxtum. Ég var einmitt að lýsa því að það er helsta áhyggjuefni fólks á heimilum landsins. Og það ætlar að gera með því að lækka skatta, gefa öllum Íslandsbanka og Já, þetta meikar mjög mikið sens. Við erum að ná niður vöxtunum með því að greiða niður skuldir þá munu vextirnir og þeir eru byrjaðir að lækka, þeir lækkuðu síðast, við gerum ráð fyrir að koma vaxtalækkun núna og þessi skynsama nálgun án populisma, ég held að hún sé best fyrir hagkerfið. Ég skil bara ekki af hverju þú ert að tala um populisma, sko. Ég veit ekki hvað populisma er í gangi. Við erum að tala um að leysa ákveðið úrlausnarefni hjá ríkinu með leið sem bæði sýnir bara mjög vel að fólk getur bara ráðstafað þessu fyrir nákvæmlega eins og það þarf og það þurfa margir á þessum En heldur það sé ekki betra að nota því að greiða bara niður skuldir þá? Ég meina, þú getur sagt þetta allar mögulega tillögur, sko. Já. Það er bara alltaf hægt að segja þetta. Nei, ég held að í þessu máli sé bara mjög farsæl leið að dreifa þessu með þessum hætti og þá er bara fólk að fara að vera betur sett. Ég held að það sé miklu farsælli leið að beina þessu gegn barnafjölskyldu til stuðnings barnafjölskyldna, fæðingarorlof, það er bara gagnvart barnafólki, börnum almennt í nemendum, íslenskukennslu, það væri miklu betri ráðstöfun. Ætlaðu að grípa í taumana hérna. Við erum eiginlega óþarfir. Já, við getum bara lappað út, ekki spurning, sko. Af því að það er komið að kosningaprófnu, strákar. Og það er nú spennan. Já, kosningapróf, þau eru svo sniðu. Og við ákveðum að smíða eitt slíkt og reglurnar eru einfaldar þegar við 3 valkosti. Þið getið annarkvort rekið þumalinn upp í loft og þá eru þið sammála. Þið getið rekið niður, þá eru þið ósammála og ef þið setja hann til hliðar þá þurfum við að koma aftur og rekja þeir löngumáli í drottningaviðtali einhvern tíma setna. Það er ekki mjög eftirsóknarvert. En já, þá byrjum við bara, strákar. Má maður rökstyðja þumalinn eða? 1-2 setningar kannski? Já, 1-2 setningar. Það er nú að vera TikTok-vænt, þannig að krakkarnir geti klippt þetta í sig. Já, þau hafa ekki miklu athyglismann. Númer 1. Afnema ætti tolla á innflutt matvæli. Þarna vorum við saman. Lækka skatta og einfalda skattkerfið. Já. Eigum við að hætta að niðurgreiða kaup. Sagði þú lækka skatta? Ég er alveg tilbúin til þess. Vilt þú þá lækka skatta? Tökum við þetta eftir TikTok-liður. Ég veit ekki hvernig það raukstuði það, kallinn. Eigum við að niðurgreiða kaupa á rafmagnsbílum? Á ríkið að hætta að setja peninga í stjórnmálaflokka? Ég myndi segja almennt væri mín sín svo að það væri best að stefna því. Það skiptir miklu máli, sko. Við erum reyna að fá raukstuði þetta, sko. Kemur aftur. Eiga skólamáltíðir að vera ókeypis? Gjaldfrjálsar. Ekkert ókeypis. Það er ekkert ókeypis. Ég bara er ekki alveg með afstöðu. Ég var að hugsa nestið daginn, maður. Það mætti einhvern veginn taka það, miðstýra nesti. Það er ótrúlegt vesen. Það er alltaf business í því. Eigum að selja bæði Íslandsbanka og Landsbankan? Ég myndi vilja klára að selja Íslandsbankan en ríkið á að eiga Landsbankan. Okay. Ég hef ekki sterk skoðun á því, sko. Nei. Það er nærunum ásæða. Félagarnir eru svo flottið saman. Á að minnka umfang RÚV.
á að breyta lögum opinbera starfsmenn og gera það einfaldara að láta þá fara? Já, það að skoða. Ég held að þurfa að skoða starfsmannaumgjörðina, Eigum við að hætta með átíðaferð? Já, ég ætti ekki til erfitt með að sjá það gerast. Samkvæmt kostningaprófi Heitir þetta ekki Vínbúðin í dag, eða? Jú, mögulega heitir það Vínbúðin dag, já. Ég var að vara við því daginn að Vínbúðin að verða verðlaus, eins og stefna stjórnvalda þá vín komið allar búðir, þannig að það væri hægt að selja þetta núna sem ágætt keðju, sko, en það er ekki að fara að kaupa þetta þegar það er búið að hvort sem löglega þetta eins og þau eru að gera, sko. Það er helst bara staðsetningarnar sem eru fínar, sko. Þetta er smá skríti núna, þetta er að verða verðlaust með hverju vikunni, sko. Klárt. Talandi ríkisfjármálin á sig, skynsemina. Já, skynsemi sig. Populisman. Strákar, það er komið að riddarspurningunum og það eru margar og eins og við tókum fram á þann þá var talsvert brottur í þeim mörgum hverjum. Já, þeir eru harðir. En byrjum hérna Ási, þessi til þín. Nú var Framsókn að boða lækkun virðisaukaskatts á matvæli. Er það verið að tala um að búa til nýtt skattþrep og myndi það ekki flækja flókið skattkerfi enn frekar? Já, við höfum talað fyrir því að þegar við munum ná niður skuldabyrðinni sem við erum að ná niður og vaxtabyrðinni, að þá verði hluta því látið renna til lækkunar matvælaverðs í gegnum vask og þá er það með því að setja annað vaskþrep og ég held að það sé ekkert flókið. Þannig að þú vilt styðja við barnafólkinn samt, lækka skatta á sig, er það? Já. Svona getur maður sagt alltaf, sko, bara þannig að það sé á hreinu. Til Snorra, þessi frá Pálínu Axelsdóttur, af hverju ættu konur að kjósa unga mann sem segist ekki vera feministi? Ég held að það sé bara ekkert allir feministar sem kjósa, sko, eða þú veist, það eru bæði feministar og ekki feministar sem kjósa mig. Ég er ekki mikill feministi, ég mjög hlynntur því að fólk njóti jafns réttar sama hvað kynið það er. Mér finnst feminismi sem svona hugmyndafræði hafa svona stökkbreyst í mörgum tilvikum út í það svona að það fylgja þessu svona miklum breytingum og fylgja oft svona finnst mér miklar öfgar í orðræðu og í hugsun í sjálfu sér, sko, að steypa öllum í sama mót. Konur og kallar eiga bara nákvæmlega eins, það má enginn lifa öðruvísi lífstíl. Ég man einhvern mann, sko, þegar Pretty Boy Choco var í viðtali hjá okkur, skoðanabræðurum, og þá var hann eitthvað að djóka með, hann var að segja, sko, eins og hann segi sitt líf, þá væri það að, sko, hann væri eitthvað að sækja peninga og konan hans væri heima. Það væri, sko, hann og konan hans, að þetta væri svona þeirra dæmi, sko. Og ég var eitthvað að djóka, ég var að vísa í eitthvað mím sem ég veit ekki hvort það hefði séð á netinu, sko, með sko, kallinn sig að vinna allan daginn til þess að kona getur reykja eitthvað kaffi og sem tapar og síðan var eitthvað, þú veist, síðan öfuga dæmi við það mím er að kallinn sig alltaf reyna að stofna eitthvað ömulegt tæknifyrirtæki en konan alltaf í dagvinnu til þess að fjármagna hans tap, sko, það var vísun í það og svo er því slegið upp, sko, eins og við viljum bara hafa, eða sko, og ég var settur á myndina, sko, eitthvað eins og ég vilja hafa konurnar á bak við eldavélina, sko, sem er, sko, það er ekkert fjarri mér en að vilja eitthvað stjórnast því hvernig fólk vil lifa sínu lífi, en mér finnst bara svo áhugavert hvernig einmitt svona, þú veist, að ég er að tala um svona feminisma og hvernig svona umræða þróa, sko, hvernig þú veist, að svona breytingar sem hafa orðið að konur fara út á vinnumarkað, skilurðu, að þær kalla stundum á líka svona ofsafengna hugmyndafræði að, sko, eins og þessi gaur, eins og Pretty Boy Choco, þegar hann segir þetta, að hann megi bara ekki segja að þetta sé hans lífsýn og hans og konur hans. Hann megi bara ekki segja að þetta sé þeirra lífsýn. Og ég er mjög mótfallin slíkri, sko, nálgun á umræðuna að fólk megi ekki bara vera á alla vegu með þetta, skilurðu. Ég sjálfur, kona mín er að vinna og hún er bara eiginlega meiri, sko, svona nagli en ég í þeim efnum, sko, og við erum bara, þú veist, þannig að, sko, það ég skrifi ekki undir feminisma sem hugmyndafræði, að það er náttúrulega af og frá að það þýðir eitthvað að ég, sko, standi gegn jafnrétti fólks, ég bara nenni ekki að taka þátt í að segja allt eins og þetta fólk segir, á sama hátt er þetta fólk, skilur eins og tæmis með, þú veist, þarna Þór Snæ núna, skilur, það hefur gjörsamlega, sko, hakkaðan í sig, sko, bara algjörlega án fyrirgefningar útskúfa á honum, bara nei, þú átt ekki, skilur, þarna, þú átt ekki neitt fram að fyrir hér, bara, og það er bara valdabarátta og það fólk er bara í valdabaráttu, það vil bara eiga síðasta orðið, sko, þannig að ég veit ekki, það er svona alls konar þannig ofsið, sko, sem ég skrif ekki undir sjálfur, sko, en það bara tengist ekkert, sko, minni sín á jafnrétti kynjanna eða fólk eigi að vera, sko, að vera komið fram við alla virðingu, sko, þannig að það er svarið til Pálínu. Já, ágætlega svarið. Já, Ási,
þessi hérna aðsend líka frá honum Ragnari Rögnvaldsinni. Þessi löng. En hún svo góð að hún verður ára tekin. Hún hörð. Þetta bóndi, það hlýtur alveg. Nú ertu bóndasonur og bóndi. Hvers vegna hefur Framsókn gefið svona mikla afslætti af málefnum tengdum bændum, til dæmis, og hefst nú lestur, lækkaði tolla á landbúnaðarvörur án samráðs, heimilaði innflutning á ófrosnu kjöti og ógerilsneyddum matvælum, hefur stöðugt lagt nýjar kvaðir á bændur ár eftir ár, hefur stöðugt hækkað álögur á bændur, gerði búvörusamninga samdrátt, samþykkti áætlun að minnka hlutfall ræktarlands. Ási. Það nú nokkur atriði þarna sem egnar Framsóknarflokknum sem við hefum nú kannski ekki en við vorum nú ræðið hérna í upphafi þáttar dóm sem var að falla í dag og eftir þann dóm held ég að Framsóknarflokkurinn verði nú eftir umræðunum það held ég að Framsóknarflokkurinn verði nú seint sakaður að standa ekki með bændum vegna þess að það akkurat það sem ég var að tala í upphafi að umfjöllunarefni væri þannig að hérna fáir flokkar standa jafn sterkt með bændum eins og Framsókn við viljum sjá öfluga byggð í kringum all landið en þannig að ég eiginlega bara hafna þessari fullyrðingu. Já, hann líka með henn að Snorra ekki? Já, hann spyr hérna myndirðu segja ykkar áherslu samsvari stefnu Framsóknar í landbúnaðarmálum? Að kála bændum segir hann líka? Nei, það liggja milli hluta. Ekkert fjær okkur en einmitt það, við viljum fara bara í alvöru aðgerðir og stefnumótun til þess að búa til alvöru framtíðarsýn það hvernig við ætlum að framleiða með öflugum hætti matvæli í landinu. Það bara alvöru mál fyrir okkur og þannig eru nefndir alls konar þættir. Ég meina, ég ætla ekki að fara, við ætlum ekki að fara út í það skilja. Það bara með okkur er mjög alvara og ég finn það frá bændum að þeir finna bara fyrir miklu trausti gagnvart okkur í þeim málaflokki, miklu. Já. Það nú svona aðeins á milli eftir hvað frambjóðundur það vegna þess að það nú einhverju frambjóðundur hérna sem hafa nú talað hvað hatramast gegn landbúnaðinum eins og Sigríður Andersen en það sem hatramast gegn landbúnaði hún kaust nú gegn búvörusamningnum 2016 já, hún hefur alltaf stöðugt allt hún hefur beinlínis sagt að hún bara ég held að sé bara fjarri lagi að hún hati landbúnað á neitt hátt nei, ég sagði það ekki, ég sagði að hún hefði talað mjög hatramlega gegn landbúnaðin nei, ég held að hún hefði ekki talað gegn hatramlega gegn elskar mín, það eru heilu ræðurnar og greinarnar fólk hefur greint á aðferðirnar og stefnaflokksins er skýr en ég held að stóramáli þarna sé líka fjármögnunin og þar held ég að séu mikil tækifæri til þess að gera betur og ég veit það inn í innviðaráðundin þegar Sigur Ingi var þar að þá var komin mjög langt að setja upp sérstanga lánaflokk fyrir unga bændur til þess að geta keypt sér jarðir þar sem við varum að skoða meðal hlutdeildarlán í því samhengi og það eru þetta líka bara vandamál bara kaup auðmanna á jörðum í kringum landið og þar held ég að við þurfum að stíga inn með miklu róttækari lagabreytingu og við höfum stutt það Framsókn en vilja ganga lengra í því efni en það er ekkert leyndarmál að samstarfsflokkurinn okkar í ríkisstjórn núna til allmargra ára Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki verið tilbúinn til þess ég myndi gjarnan vilja ný ríkisstjórn tæki miklu fastar þarna á og það skiptir miklu máli í því að halda sveitunum í byggð að það sé ekki auðmenn erlendir eða innlendir sem að safna í jörðum bara eins og frímerkjum. Já. Máni Steinn spyr ykkur og þessi til eitthvað beggjastrákar hvað tækið í bekk? Ég tek eitthvað mjög lítið. Sko, 115 hefur verið. Ég tek ekki svo mikið. Backpressan hefur hins vegar látið undan síðan þannig ég myndi ekki geta gert það fyrir fram með kameru einmitt núna eftir þessi kostningabaráttu sko. Bjarni klikkaði líka Já, og ég hafði nefnilega mikla samúð með Bjarna þegar ég horfði á það ég hugsaði, ég veit nákvæmlega hvað það gangi gegn ég sé að það þú átt inni 15-20 kíló þarna Mákvæmur fannst það maður, hann var svo sárið yfir þessu Ég fann að hann átti það inni, ég bara veit hvernig ekki aðeins bregðast vöðunir heldur líka sjálfströstu eftir lélega framistöðu á undanförnum mánuðum Ég myndi að þú talar að gera í kameru ég myndi ekki reyna að taka bekk einu svona hvorki í kameru nýja án kameru en að því að Bjarni var nú að taka bekk í gær að þá gerum maður alls konar hluti og ég fór á hockeyæfingu í gær það var mjög skemmtilegt Snerið ekkert? Nei, ég sneri mig ekki en ég náði að skauta á og var keyrður út í battan nokkru sinnum þannig að það er engin afsláttur gefinn En að því þú tala hvað við viljum spara ég vil að allir sé að lifta frá þessu frá þeir ungir ég vil fara í mikið átök fá alla í gymmið að lifta það er mikið hagsmunamál það mun spara milljarða það er talandi um fjárfestingar við þurfum að lifta og lifta þungu það er bara geggjað Snorri, fyrst við erum konur
byrjar að tala íþróttir, þá þessi frá Pétri Pétursinni, fyrirverandi samstarfsmanni mínum. Hefur Antoni Karl Gregori, skátengdababbiðin, sýnt myndband af hjólastarspyrnunni sinni? Heyrðu, ég hef oft heyrt rætt hana, en ég hef ekki séð myndbandið. Og strákurinn okkar, Teddy, sem hugsar fótbolta frá því að hann vaknar þangað til að fara að sofa, ég var einmitt að ræða við hann bara í vikuna, við verðum að fara að horfa á hjólastarspyrnuna. Skemmtilegt. Ási, Ólafur Ísak spyr, hvers vegna reyndi Ásmundur að sameina MA og VFM á undan Kvenna og MR? Er réttur landsbyggðarinnar minni en höfuðborgarsvæðisins til þess að komast í bekkjakerfi? Sko, ástæðan við fórum á stað í þessar sammenningar og allilega útskýra það aðeins við þurfum að ráðast í, það tvíþætt eiginlega, við þurfum að ráðast í ofboðslega fjárfestingu í byggingum fyrir verknámsskóla. Við erum að fara að byggja einhverjar 12.000 fermetra verknámsbyggingu fyrir utan nýjan iðnskóla í Hafnarfirði. Það er að fara á stað núna Fjölbraut í Breiðholt og svo byggingar við alla verknámsskóla í landinu, af því við viljum styðja við verknám. Á sama tíma erum við með alveg ofboðslega mörg laus pláss í bóknámi, bæði vegna styttingar framhaldsskólans en líka bara vegna þess að nemendum hefur verið að fækka. Auk þess að þá þurfum við að sinna betur nemendum með erlenda tungumál og menningabakgrunn, nemendum með fatlanir, fullt af svona dýrari hópum sem eru að koma inn í framhaldsskólan. Við vorum búin að setja upp að til þess að geta mætt þessu þá þyrftum við ákveðið fjármagn. Það var lagt á stað með það inn í samtal við þáverandi fjármálaráðherra og ekki vilji til þess, þannig að niðurstaðan var svo að við þurfum að setja upp áætlun það hvernig við myndum hagræða innan kerfisins til þess að mæta þessu. Og það var mjög langt frá því að vera bara þessi sviðsmynd sem var fyrir valinu, heldur voru líka sameiningar hér á höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesi og í Hafnarfirði. En þegar ég kynnti fyrstu sameininguna að þá allt í einu hoppuðu allir hægrimennir. Fyrstur var þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, annar var þingmaður Sjálfstæðisflokksins og bara hraunuðu þetta allt niður og þetta myndaðist mjög þverpólitískt samstaða í þinginu að það væri ekki vilji til þess að hagræða þarna. Þannig að ég nú engin sérstakur það var ekki mitt meginmarkmið á kjörtímabilinu að fækka framhaldsskólum, heldur að geta mætt þeim hópum sem við þyrftum að mæta innan kerfisins. En þá var mikill vilji til að setja auki fjármagn þarna inn og þess vegna snarlega ákvaðum við að setja það til hliðar þessi hagræðingar áform, en það breytir því ekki að það er alveg svigrúm innan framhaldsskóla kerfisins til þess að gera ákveðna hluti en það kemur í ljós hvort að það verður hægt að nýta það á næsta kjörtímabili eða hvort það verði vilji til þess. Klárt, þeir eru að standa ykkur eins og hetjur, þetta er búið að vera frábært, það eru nokkra spurningar eftir á að báða, þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. Já, þetta er búið að vera alveg lota. Já. 12. Ég hef tekið 3,5 tíma podcast held ég á því. Já, þú hefur líka tekið viðtali Steingrímur Jóða sem fór ekki í lofti. Nei, það var alveg sársögufullt. Þú er bara að rifja upp tráma hérna. Ok, ég verð að spyrja fyrir þá sem tóku ekki þáttunum með Jakobi Birgis, þegar Steingrímur Jóða lappar út búin að taka 2 tíma þátt með hann iSafe, hvernig var símtalið þegar þú hringdir aftur í hann? Hann var ferskur, hann var bara, andskotinn, heyrðu, ég bara kem eftir háti, þá fyrir háti, svo tókum við brannað eftir háti og það var viðtalið sem stendur, það er hægt að hlusta á. Já, vel gert. Þessi til Ása, eru einhver teikn á lofti að breyta og bæta Laugardalsvöll fyrir utan hybridgrassi, spyr Pálmi Þórsson. Já, það er þannig að núna í fyrsta skipti og við erum búin að vera í miklum aðgerðum gagnvart íþróttalífinu og því sem lítur að eflingu íþróttastarfs, afreiks íþróttastarfs bæði umgjörðarinnar en líka aðstöðunar og núna í fyrsta skipti í fjárlögum þess árs og næsta þá erum við í fyrsta skipti ríkisvaldið að setja fjármuni í aðstöðu fyrir landsliðin okkar. Við höfum aldrei gert það í þeirri mynd. Laugardalsvöllin, þetta var byggt af sveitarfélaginu á sínum tíma. Þannig að á næsta ári gert ráð fyrir 1,5 milljarði og svo áfram árin eftir og það á bæði við Laugardalsvöllin og Laugardalshöllina. Laugardalshöllin er komin ný Laugardalshöll eða þjóðarhöll er núna bara í hönnunarútboði þar sem við erum að gera ráð fyrir því að verði hægt að hefja framkvæmdir svona einhver tíman mitt næsta ár. Laugardalsvöllurinn, þar eru við að taka þátt í því með borginni að setja hybridgras á hann. Síðan er markmiðið þar að ná utanum það verkefni eins og við tókum þjóðarhöllina. Þannig að nú eru aðilar að setjast saman niður, ríki, borg, KSÍ og teikna upp áætlun það hvernig við sjáum fyrir okkur þann leikvang koma í næstu skrefum. Þannig að er áætlun það? Já, það er áætlun það.
að stíga næstu skref en við erum ekki búin að forma það hvernig þau verða en það búið varðandi þjóðarhöllina en stóra atriðið að ríkisvaldið í fyrsta skipti og ég er mjög stoltur af því sem íþróttamálaráðherra ríkisvaldið í fyrsta skipti að setja fjármuni aðstöðu fyrir afreks íþróttafólkið okkar, landsliðin okkar og við erum núna líklega það bila tvöfalda fjármagn til stuðnings afreks íþrótta næsta ári frá því sem á þessu ári sem gerir þetta kjörtímabili einhverju öflugasta fyrir íþróttalífi í landinu. Já, takk, vel gert þessi til Snorra Pál með líka með þessa. Ætlar Snorri Másson að vera fyrsti alþingismaður Miðflokksins sem mæti fyrir hádegi í vinnuna? Ég mér svo fyndin þessi umræða mína menn. Já. Að þeir séu svona eitthvað. Þetta er eitthvað svona áróður frá Sjálfstæðisflokknum og örugglega öðrum flokkum sko að þeir Ég hef aldrei talað hvernig menn mæti vinnuna. Nei, að þeir sé ekki gera neitt sko. Nú þekki þú það betur en ég á sig sko en þingflokkur náttúrulega dreifir skildum sín á milli sko. Þeir eru bara tveir. Nei, ég að segja sko, ef þú ert stærri þingflokkur þá ekki einhver í einhverjum málum og einhver í öðrum málum og það ekki allir alltaf öllum málum þeir hafa 2 menn til þess að dreifa á þessi mál og ég held að einhver í vafa það þeir hafi haldið uppi mjög þrótt mikilli pólitísku umræðu á þessum síðustu kjörtímabilum. Ég held að það sé enginn í vafa það. Er það ekki það sem gildir? Ég meina, þú veist einhver að spyrja Warren Buffett hvenær hann í vinnunni það bara framleiðið sem skiptir máli. Ég meina Sigmundur held ég viðtali núna það sem var að opna sig það að sem fara að sofa klukkan 3 á næturnar þá við séum að reyna að fá hann til þess að aðeins að hnika þessu í svona sjálfbærari farveg en sko það er bara þvættingur að þessi menn hafi ekki verið að standa sér í stykkinu þarna og þetta er kannski eitthvað hálmstrá sem menn er að grípa í að fara í einhverja mætingatölur eitthvað, ég bara sennilega veit ekki hvernig það virkar nákvæmlega. Síðasta hálmstráði. Já, síðasta hálmstráði. Þessi til ekki að beggja byrjum bara að Snorra núna, þetta er bara já eða nei. Hvalveiðar já eða nei? Ólafur Ísak með þessa. Já. Ási? Já. Þessi til ekki að beggja líka gæðastund fyrir framan sjónvarpið. Hvort skelliði Kingpin í tækið eða Silence of the Lambs? Ási, Davíð Jóhannesson með þessa. Kingpin, hún er geggið. Já. Ég væri til í að fara all-in, taka Silence of the Lambs. Já. Ekki það að maður hafi mikla athygli í sjónvarpsgláp. Kingpin er svona heilalös, bara feel good. Já. Tristan, takk fyrir spurninguna. Snorri búinn. Er það keilumyndin hann? Já, hún er líka góð, það eru báðu góðar. Tristan, takk fyrir spurninguna. Okkur Snorri gekk ekki til þessi Sjálfstæðisflokkinn og svaraði því áðan. Ísar Freyr spyr Snorra, ætlið að breyta lánakerfinu á Íslandi? Þetta er flókin spurning sko. Ég myndi ekki svara þessu eitthvað játandi í fljótu bræði. Við viljum endilega, þú veist, það er alls konar hugmyndir það hvernig bankakerfi getur verið betra sko á ýmsan hátt en þú veist, ég get ekki svara þessu eitthvað já eða nei. Þessi til Snorra líka, hver er besti menntaskólinn og af hverju er það MR, spyr Anton Haukur. Einu skóli í landinu? Já. Ég er MR besti skólinn? Ég held að hann sé mjög góður í ákveðnum hlutum. Ég náttúrulega fekk þar svona klassíska menntun af toga sem ég held að bjóðist ekki víða annar staðar í sambandi við sko latínu og fornmál og sögu. Ég fæ upplýsingar það frá kennunum sko því ég er að mörguleyti svona svolítið klassískt nörd í einhverju skilningi að sagnfræðikennslu hraki verulega í skólum og ég held að það sé mjög mikilvægt að við þekkjum okkur sögu, ég held að líka sem mjög mikilvægt að ungt fólk þekki sögu landsins okkar. Við þurfum að gera það með spennandi og skemmtilegum hætti en við getum ekki bara dregið úr sögukennslunni eins og hefur náttúrulega orðið ofan á í sko líka styttingunni og það er líka sko hefur alls konar svona einhver félagsfræði rutt sitt lúns í staðinn, ég er aðeins meiri á gamla skólunum, bara hardcore sögu sko en þetta er ekki láta mig halda málfengina. Má ég aðeins skjóta? Gjörðu svo vel. Sko, hvað er að vera góður skóli, sko? Ásum, ég langaði einmitt að spyrja þig, sko. Já, spyrðu þig. Já, að því þú talar make og break áðan í skólakerfinu með samrættuprófin. Sko, við erum að spyrja Snorra hvort að MR sé besti skólinn. Mér langar að spyrja þig á þessu stigi, þar sem að eru skólarnir, menntaskólarnir misgóðir? Sko, hvað er að vera góður skóli? Er það ekki undirbúið fólk fyrir háskóla? Já, það er það eingöngu? Já, en sko þegar ég segja hans í besti skóla þá er ég að segja svona því ég var þar í Elskan sko. Þegar ég fer upp í fjölbrautaskólann í Breiðholti og sé það frábæra starf sem þeir eru að vinna með nemendum með erlenda bakgrunn þú veist er bara það er engin skóli með fleiri nemendum með erlenda tungumál og menningabakgrunn heldur en FB þá er kannski bara FB besti skóli þegar kemur að því. Svo fer ég upp í Borgarholtsskóla
það algjörlega geggja það sem þeir eru að gera þegar kemur að bílamálun og bílasprautun. Svo fyrir ég menntaskólann í tónlist, það eru geggja sem þeir eru að gera, þeir eru búið til svo öflugt tónlistafólk. Þannig að þegar við tölum hvað besti skólinn, þá erum við leið að segja að það eru eingöngu þeir sem fara í nám, sem undirbýr þá fyrir langskóla í háskóla, sem eru góði skólar. Vegna þess að þetta beauty við framhaldsskólakerfið, að við erum með svo ótrúlega möguleika og ótrúlega tækifæri, þannig að allir skólarnir hafa sína styrkleika og þeir miða allir að því að undirbúa fólk fyrir lífið, fyrir vinnumarkaðinn, fyrir það efla sjálfa sig og finna styrkleikana og MR frábær skóli í því á ákveðnu sviði og aðri skólar eru frábær á ákveðnu sviði sko. Og það þú veist, þetta svona þetta beauty sko. Og það sem ég segja mörguleiti sko, MR bara þú veist, líka góður í bara því sem sko mitt dæmi sem þetta tilgangslösa drast allt sko og síðan fer ég að læra íslensku í háskólanum sko þú veist, en það er bara málið fyrir fólki hefur þetta ekkert eitthvað svona augljósa praktiska skírskotun, þetta svona ástríður mínar sko þess að tala ég þegar þú segir þetta ekki tilgangslösa drast heldur þetta allt saman gott það klísjan sko já, það allt en þetta risa umræða sko og það bara mjög mikilvægt einmitt að fólk finni að það svo viðkvæmt á þessum tíma þegar fólk efins það hvort það eigi að vera í framhaldsskólum að það finni sína fjöl sko og þess vegna þarf bara að vera sem mest í boði í sem margvíslegustu aðstæðinu. Og það sem mér finnst best að við erum að sjá fleiri fara í framhaldsskóla, færri að droppa út í byrjun og fleiri að klára. Þannig að það bendir til þess að við séum mjög mikið að rosalega flottum skólum. Algjörlega. Herru, við ætlum að taka bara loka spurningar núna. Þið fáið núna 30 sekundur á mann, svona þetta bara loka spurningin. Byrjum á þér Ási, af hverju á fólk að kjósa Framsóknarflokkinn? Áður en koma henni. Þannig að þetta verði lokaorðin og við leyfum þeim að hanga. Strákar, þetta er búið að vera virkilega gaman. Þetta er alvöru dæmi. Þetta er bara og bara þið standið ykkur vel, þetta er bara frábær starfsemi sem við erum með í gangi hérna og bara gaman að koma, gott andrúmsloft og notalegt að ræða pólitíkina við ykkur alla sko. Já, takk fyrir það. Síst þig auðvitað og séð notalegt. Sömuleiðis sko. Já, en ég held að geti talað fyrir okkur báða Birkir og sagt að þetta eru tveir vætir menn og þeir eru ekki að kasta atkvæði ykkar á glæð með því að kjósa þessar. Hvorna ætlaði að kjósa strákar? Mig að það. Ég held að sé sem og blaðmaður. Í hvað kjördæmi? Já, við erum í Kraganum sko. Þú náttúrulega með honum sko. Já, heyrðu Ási, af hverju fólk að kjósa Framsóknarflokkinn Ási? Nei, við erum miðjuflokkur sem erum öll vinnusum, við leggjum áherslu á að koma málum til lykta. Ég get sagt ykkur það að við erum í miklum breytingum í menntakerfinu, við erum að sjá mikla breytingar í barnamálunum, við erum að sjá stærstu breytingar í íþróttalífi sem við höfum unnið að, viljum í heilbrigðismálunum, öflugir hlutir að gerast þar, Lilja í menningunni, allt þetta, við leggjum áherslu á vinnusemi og dugnað, en leið viljum við leggja áherslu á fjölskyldur og börn og höfnum öfgonum lengst til hægri og lengst til vinstri. Snorri? Við erum miðjuflokkur, nei, við erum breið fylking fólks sem vill skýra sín í pólitíkinni á Íslandi. Ég held að við lifum svona ákveðna örla tíma gagnvart í hvert við ætlum að stefna og í hvert við ætlum að taka stjórnmálin í einhvern veginn stjórnmál sem þjóna fólki en ekki segja alls konar fallega hluti þannig að stjórnmálafólkinu líður vel, heldur bara praktísk og raunhæf og skynsum stjórnmál. Mér finnst augnablikið og eftirspurnin vera eftir einmitt þannig stjórnmálum einmitt núna og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt líka að þegar fólk hefur verið að kjósa kannski aðra flokka og núna að sterklega að skoða okkur, að þá þarf hann líka að spyrja sko, ef þú sendir atkvæðið á sama stað alltaf, hvað skilaboð ert að senda, þá ert að segja, ok, þetta er búið að vera flott. Okkur finnst þetta ekki alveg vera búið að vera nógu flott. Þannig að þessum segir við, kjósa okkur af því að það eru menn og konur hérna innanborðs sem eru tilbúin til þess að ráðast í aðgerðirnar og baráttuna sem þarf innan stjórnkerfisins þegar það kemur og innan kerfisins og inn í stjórnmálum til þess að breyta hlutunum í rétta átt, til þess að fara af úr svona ógöngum í ákveðnum málum. Þannig að Sigmundur, fólk þekki hvað hann hefur gert, hann hefur virkilega tekið til í málum, það er þannig augnablik núna að mínum mati, ég er þarna inni, ef fólki finnst ég ekki óþolandi, fá mig þarna inni líka, ég er bara nýr í þessu, mér langar innilega að gera einhverja veislu þarna inni, þannig að það er ég. Ásmundur Einar, Snorri Másson, takk fyrir kvöldi og takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Takk fyrir.